Já, komið heil og sæl og verið velkomin í þátt númer hvað Birkir Karl 226 ef ég tel rétt. Rétt, passar. Gaman að þessu. Skot gengur í okkur. Skot gengur og það einhvern veginn, já, við toppum okkur alltaf. Og það heldur betur skemmtilega þáttur í kvöld. Gestir Chessert Dark eru Benedikt Gíslason, verkfræðingur og bankastjóri Arion banka og Marino Tryggvason fyrir bankastjóri Kviku og stofnandi Arma Advisory. Verið hjartanlega velkomni piltar. Takk fyrir. Sko, áður en að við spyrjum hvernig liggur á okkur, þá svona liggur beinast við að spyrja, sko, þetta nú er ekkit stærsti fjármálaheimur í heiminum, en hvar kynntust þið fyrst, Marino? Hvar kynntust þið Benna með stóra hausinn? Það er nú alveg góð spurning, ég er nú ekki alveg viss hvar við kynntust fyrst. Ég man að ég heyrði nú af Benna því að hann var alltaf að skipta vinnu, en það var nú einhvern tímann, ég held að þú varst að byrja í straum í annað skiptið. Ég held að við hefum ekkert kynst nema, ég held að ég hitti fyrst ef ég man rétt þegar þú varst að vinna í haftavinnunni. Já. Þá kom ég á, held ég að þú hefði beðið mig að koma í ráðuneytið og fund með þér og svona, svo hefur maður hitti oft eftir það bara. Passar, þú varst með lausnina eftir komst vel undirbúin á fundin. Ég man að þetta var fyrsti hópurinn sem að Sigurbjörn Þorkelsson stýrði og við vorum að fá svona haga aðilega, mismunandi aðilega til að koma inn með sjónarmið og þú taldir að það verði bara hægt að leysa þetta auðvitað. Nei, þetta er samt alveg þú veist, langt síðan samt svo stutt síðan. Já, það er rétt. Já, það verið 2014. Það var svona önnur viðfangsefni þá var maður raunverulega að velta fyrir sér bara, veist, hvernig verður Ísland eftir 10, 15, 20 ár sem við erum kannski núna stödd. Já. Maður bara velta fyrir sér, erum við að fara að segja okkur bara úr lögum við alþjóðasamfélagið. Einmitt. Þetta staðan sem við erum búin við í dag hlýtur að vera framar björtustu sviðsmyndum sem voru með þarna, eða hvað? Benni, þú varst nú mjög djúpt inn í þessu? Já, ég held að, sko, ég verð að segja það að það skiptir oft miklu máli að fara í söguna og lesa svona hvernig þetta hafði verið á Íslandi árum áður, þegar því við byggum náttúrulega mjög lengi við Höft og ef maður rétt, Jakob F. Ásgeirsson skrifaði mjög góð bók sem heitir Þjóð í höftum og ég man þegar ég var að byrja í þessari vinnu þá var einhver sem benti mér á að lesa þessa bók og þegar ég var búin að lesa hana þá hugsaði mér, við verðum að finna út úr þessu rætt, við getum ekki verið í 30 ári í svona umhverfi því að þetta var orðið miklu meir en bara sko, fjármagnshöft, þetta voru gjaldeyrishöft og þetta voru innflutningshöft og þetta litaði allt hagkerfið og drógur fjárfestingu og ég held að við sko svona hamla framþróun Íslands í marga áratugi að vera í þessu umhverfi og þessi bók var auðvitað gríðarleg hvatning í því bara að finna út úr þessu og í bókinni er líka verið að fjalla dálítið mikið það hvernig sko höftunum var framfylgt og hvað var orðið mikil svona stjórnsýsla í kringum þetta og þegar við byrjum að vinna í þessu og þá alltaf var, ég man ekki hvað tæplega 20 mann sem vinna í gjaldeyris eftirliturinn svo það hét en þegar við vorum að klára þá var þessi hópur held ég að nálgast 30 eða jafnvel yfir 30, þetta var ungt fólk sem var að vinna mikilvæga vinnu í því að viðhalda þessum höftum en þetta var auðvitað ekki uppbyggileg vinna. Nei, þerst á móti. Ég held að það er mikilvægt líka að hafa bara í huga að þú veist, umhverfi sem búum í er afleiðinga ákvörðunum. Bara aldamóti 1900 þá voru svipuð lífskjör í Argentínu og Svíþjóð. Svo tókum við bara klikkar ákvörðin í Svíþjóð. Það var ekki lengra bara þegar við vorum litlir þá var talað um að það var gott að búa í Venezuela því það var svo mikla náttúruauðlindir þar. En við getum alveg klúra málunum eins og hvað er. Já, algjörlega. Leifur? Já, við kannski vindum okkur bara beint í fréttir dagsins sem að eru sorgarfréttir. Við hefum þátturinn í kvöld og viljum staldra við og minnast góðs manns. Brynjólfur Bjarnason hvatti okkur á sunnudaginn síðasta. Hann var á meðal áhrifamestu stjórnenda í íslensku viðskiptalífi síðustu áratugi. Brynjólfur starfaði sem forstjóri Símans og Granda og var lengi stjórnarmaður og síðar stjórnarformaður Arion banka. Árunum 2019 til 2024 Benedikt, þú þekktir hann vel. Hvernig mannst eftir honum sem persónu og stjórnanda jafnframt? Einstakur maður og bara lít á það sem mikla gæfu að það fengi að kynnast honum og það hefur verið svona á bara seinni árum. Ég hitt hann fyrst, ég var nú rifjað upp daginn, ég held að það hefur verið sumarið 2008 sem að við svona kynnust eða í fyrsta skipti en síðan
bara haga lögin því þannig að við förum að vinna saman fyrst í stjórn Arion banka og svo man ég að ég heimsótti hann og sagði, heyrðu, hérna, þegar Höskuldur hætti og sagði við hann að ég hefði áhuga að sækja starfið og ég man að fyrsta spurningin sem hann spurði mig var, ertu búin að ræða þetta við konuna þína? Já, það er ég búin að gera. Ok, þá er þér alvara. Og en hann lét mig alveg og stjórnin hafa fyrir því að fá starfi. Ég fór í gegnum svona tiltölulega ítalegt ráðningarferli og veit að þar voru margir aðrir að sækjast eftir þessu starfi. En síðan tók bara við svona einstakt samband þar sem að hann auðvitað af síðan einstöku náðar gáfu var að miðla og leiðbeina mér og var bara einn af mínum svona meira áhrifavöldum á mínum vinnuferli og ég held að það sé best að lýsa honum eins og ég gerði þegar við kvöddum hann á aðalfundi í fyrra að svona hans stjórnunarstíl það var svona vildi honum ákveðin mildi og auðmýkt en líka fast heldni og hann var mjög gjarn á að minna mann á að fyrirtækjarekstur er langtímaverkefni og skiptir máli að vera með sterka sín og stefnu og vera stöðugt vakandi og svo yfir þessum rekstri og eftir hann hætti stjórninni þá töluðum við þetta mjög oft saman meðan hann var stjórnarformaður og gott að leita til hans en eftir hann hætti þá ringdi hann mjög reglulega eða ég hann og spurði alltaf frétta af reksturinnum, fólkinu, hvernig gengi og mjög áhugasamur, ég held að hann hafi haft mjög gaman að vera vinna eftir að svona komin á seinni æviskeiðið á sínu starfsferli að vera innan ungt fólk, tók eftir því að hann hafi gaman að vera innan ungt og efnilegt fólk, sótti hugmyndir og miðlaðir af reynslu. Já, blessu sé minning hans, frábær náungi og greinilega gefið mjög gott af sér. Já, þá langaði mig einnig að taka fyrir frétt í morgun sem birtist á Viðskiptablaðinu þar sem Bjarni Benediktsson fyrir formaður Sjálfstæðisflokksins var í frábæru viðtali. Á fínu viðtali. Hann talaði þar og gæsalappir opnast vinnumarkaðurinn sé stórkostlega vanmetin orsakavaldur verðbólgu hér á landi og hann telur umræðum fjármálins opinbera og þátt hann þeirra í hári verðbólgu vera blásin úr öllu samengi. Marina, við byrjum á þér. Ertu sammála Bjarna? Ég heldur að það opinbera beri líka mikla ábyrgð en ég samt tek alveg undir með Bjarna að vinnumarkaðurinn samt höfuð svona orsök mikillar verðbólgu og þetta náttúrulega bara ósköp einfalt ef þú hækkar laun meira heldur en verðmætasköpun í landinu þá mun verð hækka þannig og það auðvitað mjög svona svolítið erfitt að allavega hluti af vinnumarkaðnum að verklæðisforustunni að aðfyllist bara massíst fræði og eins og bara eins og það sem maður hefur lesið allavega úr svona þeim ranni. Ég held að Marx, ég vonandi sé að fara rétt með að Marx hafnaði bara verðbólgu og það er mjög erfitt að taka samtal orsök verðbólgu þegar hluti af mótaðalunum bara ósammála forsendunum hvernig verðbólga verður til. En ég held að þetta sé samt alveg rétt hjá Bjarna að ef við viljum byggja upp samfélag þar sem verðbólga og verðstöðuleiki, eða lítið verðbólga og þessi verðstöðuleiki, þá þarf við að huga vinnumarkaðnum og ef við hækkum laun miklu meira heldur en efnaðarskerfið að stækka, þá bara hækkar verð og verður verðbólga. Benni, heldur hann hafa verið einhvern veginn að fría sér ábyrgðarna eða? Nei, ég held að hann sé að benda á það sem að ég veit að hann talaði mjög mikið fyrir þessum norræna vinnumarkaðsmódeli sem að var oft til umræðu við þetta samningaborð fræga en náðist einhvern veginn aldrei að koma þessi framkvæmt en í grunninn það módel mjög einfalt. Það er byrjað að semja við útflutningsatvinnugreinarnar á Norðurlöndum vegna þess að það þær sem að búa til útflutningsverðmætin eða verðmætasköpuna sem maður var að tala og síðan þeir samningar látnir ganga yfir aðrar stéttir og svo auðvitað þarf að taka reglulegt mat af því hvort einhverja stéttir hafi setið eftir og þá var það gert en
þetta hefur aldrei tekist að gera og ég held að grunninn sé það kannski svona pínu, það vantaði samstöðu þetta og kannski pínu agaleysi en síðan held ég líka bara að laga umhverfið í kringum vinnumarkaðin er frábrugðið Norðurlöndum og ég held að sé alltaf hollt að þá að gera þann samanburð og ræða það af hverju lagaumhverfið eru öðruvísi og af hverju við reynum ekki að aðlaga því vegna þess að þetta gefist vel á Norðurlöndum og hættan er svo að við getum farið í mikla launahækkanir ef að verðmætasköpunin fylgir á eftir en ef að hún gerir það ekki á endanum þá í okkar hagsögu þá það bara endað einn hátt gengi krónunar fellur og flytjum inn verðbólgu og lífskjörin versna hratt og það er mjög erfitt, það er erfitt fyrir heimilið, það er erfitt fyrir fyrirtæki að gera áætlanir og fara í fjárfestingar í þannig umhverfi þess að þegar svona skellur kemur þá þetta breytist efnasinningur þessar aðila heimila og fyrirtæki mjög hratt og allt í einu verður greiðslugetan allt önnur og það er auðvitað það sem við verðum að glíma við gegnum árin, allt þessa skelli og ég held að við þurfum að Eitthvað leitir þetta svona láni óláni hvernig hagkerfið er samansett að við erum svo fá hérna og með tiltölulega mikið af náttúruauðlindum þannig að við höfum kannski því miður í einhverju leiti má segja haft svona efnaði að taka efnaðislega slæmar ákvarðanir. Já, fórnar að beigja velgengni dálítið. Það má kannski segja það, þú veist eins og ég heyrði mest ágætt lýsing eins og ég heyrði einhvern tímann að við erum sem þjóð, við erum eiginlega fædd undir bananatrí. Það er bara sama hvað mistöku við gerum, það dettur nýr banan í hausinn á okkur. Gulllegan. Og ef við værum Danir, Danir litla náttúruauðlindir, þá værum við bara í einhverju rugli. Þá var ekkert lengir bananar eftir á trénu. Já. Er regluverkið öðruvísi í Skandinavíu, Danmörku, Svíþjóð, Noregi? Já, það er bara, varandi starfsheimildir ríkissáttasemjara eru meiri og það er hægt að stýra það er hægt að fara í þessa sáttamiðlunar tillögur að hvað þetta heitir með svona sterkari lagagrunni og ég bróði mig býr í Noregi og hann sagði mér til dæmis frá því ég held að hafi verið bara fyrir 1,5 ári síðan, það fóru kennarar þar í verkfall og því var afstýrt bara nokkur hratt með miðlunartillögu sem að var bara keyrði í gegn eiginlega og með rökum auðvitað og svo er kannski einhver áfrýjun á dómstól en og það var byggt á launasamanburði kennara í Noregi við Danmörk og Svíþjóð og launaþróun við aðra stéttir og þar bara var það metið að kröfur voru umfram það sem að efni stóð til og þá var það bara afgreitt. Svo skiptir það aðeins málið, þú veist að því við erum að tala verðmæta sköpun að því ég veit að þetta fer í taugarnar á mörgum þá er ekki verið að segja það að bara til þessi opinberi starfsmenn eða aðrir svo bara kennarar, heilbrigðiskerfið sé ekki að skapa verðmæti. Þetta er miklu frekar ef við horfum á okkur sem einn hóp þá þess að við getum bara lifað, þá þurfum við að flytja inn vörur og þjónustu og við þurfum að selja vörur og þjónustu í staðinn. Þannig að kannski er hugtæki verðmæta sköpun kannski ekki heldur nógu gott bara orða, það er svolítið gildislaðið það er eins og það sé verið þá að gera lítið úr starfsemi annara sem er náttúrulega bara forsandi fyrir þessi hægt að gera verðmætasköpunina þannig ég held að við erum líka aðeins að hugsa það að þetta er góða punktur það er öll störf eru mjög verðmætt í okkar hagkerfi en velsæld okkar sem þjóðar byggist einmitt á þessum viðskiptum sem Marino var að tala um og það er hægt að rauninni talandi bananatréð, það er hægt að benda á hvenær bananatinn duttur niður og hvernig velsældin breytist álverið í Straumsvík, þegar það er sett í loftið, þá er bara hægt að sjá vöxt þjóðarframleiðslu í kjölfarið, síldarárin annað dæmi ferðaþjónustan, þegar hún kemur inn sem atvinnugrein og svona væri hægt að Svo erum við náttúrulega, setjum við okkar eigin reglur að tala um síldarárin alveg magnað að keyra um landið og skoða þessar gömlu síldaverksmiðjur. Þetta voru stærstu steinstiftu hús í Evrópu. Þau voru byggð á hvað 3.–4. áratugnum. Og það voru byggðar á kannski 1 til 1,5 sumri.
og okkur tekst ekki, þú veist, að skipuleggja þú veist, Var lyfturnar nú rúmar í þessum húsum þá? eða? nei, við erum náttúrulega svolítið mikið að setja okkur reglur til þess að gera okkur erfitt fyrir Já, við klárt vorum að tala hérna á leiðinni við Benni að hérna einhverju leiti sko við búum við regluverk sem sett fyrir 400 milljóna markað Evrópusambandið, en við erum 400.000 en regluverkið okkar miklu leiti tekur miða við eins og þessi 400 milljónir og við færum regluverkið svoleiðis að stærstu fyrirtækin okkar sem eru örsmáða fyrirtæki með að venna stóra markað, við látum nánast eða nánast sömu og í mörgu tilfellum strangari reglur gilda fyrir okkar stærstu félög hérna þessum örffélögum með að við í Evrópu og þetta gerur þetta verkum að okkur tekst ekki til dæmis að hvað er langt síðan Landsvirkjun hefur tekist að byggja nýja virkjun þó að samkvæmt skoðan okkur 97% landsmanna vilja byggja fleiri virkjanir. Algjörlega. Og Evrópusambandið virðist vera einhver leiti að vakna upp við illan draum núna og við vonandi líka einhver leiti að vinda án af þessari húðun sem við höfum sett á Sko, eitt sem ég langar að ræða við ykkur sem að Bjarni nefndi í þessu viðtali og hvet allar hlustum til að taka og reynda með við tölundar, þá eru fáir sem ekki búin að taka viðtali og þökkum góða vit okkur Sko, hann nefndi þessa grein sem Thomas Möller mikill verisnamaður og Evrópusinni talaði sko að við höfum að taka upp evru en þá verðum við hætt í þessu höfrungarhlaupi og það er bara samið fasta launahækkanir eins og Bjarni segi, þurfum ekki bara að semja fasta launahækkanir og á því hvaða gjaldmiðill er Þetta sé alveg hárrétt að það er verið að þetta er svona bara eins og í öllu að svona einfalda lausnir við flóknu vandamálum eru oftast ekki lausnir að það er bara annað mál hvort það er að taka upp annað gjaldmiðil að gangi Evrópusamband, það leysist ekkit allt við það Nei. Það er bara kostur og galla við það eins og annað og mér finnst, ég veit ekki hvað þér finnst spennandi um það en mér finnst oft þegar fólk er annarkvort mjög mikið á móti Evrópusambandinu eða mjög fylgjandi mér finnst það svolítið skrítið að því að það hefur aldrei farið fram svona mjög grundig umræða kost og galla í mínum huga það er alveg 100% kostir og gallar við það það er bæði Klárt, þetta er engin skyndilausn þetta mun taka mjög langan tíma bæði Evrópusambands aðildin en ekki síður sko hérna innganga í evruna Maastricht skilyrðin og uppfylla þau og þannig að hérna ég held að við verðum með þetta og þá held ég sko að við förum þá leið og vantarlega er það gert í þjóðaratkvæðagreiðslu þá held ég að það sé miklu betra að gera það á styrkum stóðum og vera búin að taka þessar ákvarðanir sem þarf að taka ná, hérna... Leysum ekki vandamál dagsins í dag með þessu þetta er frekar vandamál eftir 10-20 ár sem við erum að taka á með því að ganga til þessi Evrópusambandið Ef við tökum gjaldmiðlinn aðeins út fyrir sviga þar er eitthvað sem við erum að sækjast í Evrópusambandi annað í dag Er það ekki eina sellingbóndið? Við höfum alltaf mest af þessu jákvæða bara í okkar samningi í dag og ég myndi segja að það væri kannski það væri mjög erfitt fyrir okkur ef að normenn myndu fara í gangin í Evrópusambandi og þá er held ég grundvöllur þessar samnings bara farin hann er svolítið mikið, við erum bara svona fáum að fylgja með þessi samstæður verið ekki haldið uppi fyrir okkur einn og þá að við þyrftum þá að taka erfiðar ákvarðanir en hérna við erum náttúrulega með fjórfrelsið úr þessum samningi og við njótum þess að því leyti að sko það er ákveðnar grunnatvinnugreina sem eru þá algjörlega undir regluverkinu þar með talið okkar atvinnugrein banka fjármálaþjónusta sem bara er alfarið undir evrópska regluverkinu en svo er margt annað sem er það ekki en hérna að því þetta er sko tolla bandalag og innri markaðurinn og hérna ég veit ekki hvort að allir átti sig á því að sko með samningnum var útflutningur á sjávarafurðum miklu einfaldari það var talað hérna gámafiskinn sem var verið að flytja svona misgóðu standi til Evrópu og síðan verið að reyna að vinna þar og ég vildi ekki nægilega feskur þegar hann var komin á markað en hérna eftir samningin þá fáum við þetta bara vottaðar fiskvinnslur á Íslandi og förum að flytja fiskin út feskan eða unnin á Íslandi og fristan og vorum út úr þessu að fá þetta miklu meiri verðmæti fyrir fiskin en þetta er samt sko bara eins og ákvarðanir mannana
að þú veist hvað við erum búin að flækja hlutina að miðjusonur minn að safna sig fyrir fótboltamót næsta sumar út í útlöndum og hann tók að sér að bera út mokkan á einu sinni viku svo náttúrulega hann á æfingum þegar að bera út mokkan þannig að ég ber út mokkan og þar til dæmis er töluvert á húsi sem byggð voru þegar Vestmannaeyjagosið var og þá var þetta að koma upp heilu hverfunum en okkur tekst þetta ekki gera þetta lengur og þegar við talum svo munin á, þú veist, Evrópusambandinu og öðrum svæðum í heiminum, það sem þau sagt kannski meiri gamni en í alvörinu, ég held að sé sannleikskot nú í því að Bandaríkin finna hlutin upp, Kína kópir á þá og Evrópa setur reglur ég held að þetta sé svolítið mikið þarna að við þurfum auðvitað að hugsa hvernig viljum við hafa samfélagi sem við búum í og viljum við rækta nýsköpun og byggja upp lífskeiði. Ég fór til Brussel í nóvemberi fyrra, fyrsta skipti sem kom þangað mjög áhugaverð borg, falleg en þar mætir 20.000 manns til vinnu á hverjum degi og að setja reglur 20.000 manns? 20.000 semja reglur og þetta fólk hefur jafnvel farið í háskóla sem að sérhafa sig í að semja reglur? Já, stjórnsýslu og semja reglur Hvaða reglur er semja í dag? Já, það er áhugavert Við ætlum að vinda hvað okkur í kross og fara yfir í uppgjör Arion banka og svo Arma Advisory sem er með 2405 kennitölu, þannig að það verður gaman við erum alltaf í kalda stúdíónu Stúdíó kaldi Sko það er eitt sem við alveg glemt að ræða en við hvetjum að sjálfsög alla til að fara á Kaldabar downtown Já, það gleymist í umræðinni Þeir eru með flagskipsstore Já, og það er flagskipsverslun svona einn af mínum, það er bara minn uppáhaldsstaður Það er að fá kalda IPA og dælu og það er alltaf sturlaða bar Það er þetta minn hverfisbar Ég gríp oft í teninga þar það var bara bannað þá hendar en kalda stúdíóið og svo er nú kannski eitt ég vil benda á líka er að ég er núna í Klaganum Já, sem að er jú framleitur á Áskósandinum Rétt og búin til að kalda sjálfsögðu, en svo flesti góði hlutir í svo lífi Heldur betur Svo erum við með Autocenter tjónaskoðun bílrúðuskipti, framrúðuviðgerðir, bílamálun og bílaréttingar. Pantaðu tjónaskoðun þér að kostnaðarlausu á autocenter.is. Já, Autocenter eru þetta kóngarnir, hvort sem það er Tesla eða annars konar bifrið. Já, klárt, Autocenter. En það eru þetta bara eitt sem að þeir þól ekki í svo líf og það eru beyglunar. Það eru beyglunar og ég get alveg lofa þér því að þú ert með eina beyglu hún verður farin þegar hún fer með þetta á Autocenter svo er að Serrano Burrito eftir dark er kóðin 20% afsláttur á netinu á serrano.is það er ekki hægt að taka þetta á staðnum þú verður að fara á serrano.is og ég líka hvet alla til að bara panta á netinu óháð því hvað þessi kóð mun lifa lengi sleppir röðinni og bara þú ert kannski bara hraðferð það sem ég ger oft í panta á netinu svo bara gríp ég þetta svo tilli ég mér bara þarna sko en það bara er þetta tilbúið sko það sem ég gerði senast var að ég panta á netinu græði afsláttinn en svo fór ég og fylgdi samt með henni sitja á og sagði bæta aðeins við þessu einmitt, já, það er alveg klátt sko svo er þetta með Pogo-rító fyrir þá sem vilja ekki stóra eða litla getur þú farið í Pogo, Mini Mini það er litlu sko mikið bræði í minni stærri sko þið ekki láta stærrina blekja þig Nei, heldur betur ekki, það er ekki allt sko nei. En það er kannski svo er þið líka í skálunum sko ég fer alltaf í vefjuna eða quesadilla en skálunar er góðar Það eru góðar Burrito eftir dark er kóðin orka náttúrunar sko ég trú ekki að tilvílanir þegar þú vinnur ánægivóðina 6 ár í röð þá ert að veita hansi góð þjónusteldi Það er bara þannig skráði viðskipti á on.is orka náttúrunar og vantaði hlæslu heimtíðin Orka náttúrunar hefur engan áhugaði allt í góð líka þeir eru með hlæslu allar borg þeir græja þig Öskuliðin, ég fór að hóka síðast hlæslu garðu þar sælar sko, góð frétt á innherja sem ég las í dag að tekni tilliti til bóðar arðgreiðslu síðar í vikunni þá nema uppsafnar útgreiðslur til hluta af Arion á undanförnum 4 árum bæði fórum í arðs og kaup á eigin bréfum samtal sem 124 milljörðum takk fyrir eða sem nefnum vel yfir helmingi af núverandi markaðsvirði bankans Það er takk fyrir alvöru arðgreiðslufélag þrátt fyrir að skila betri afkomu en hini stóru bankarnir í Íslandi þá var raun arðsemi á árinu 24 umtalsvert lægri borið saman við aðra kerfislega mikilvæga banka á Norðurlöndunum
Tölum við vinnumarkaðskerfi á hann, erum við líka með lélegt bankakerfi? Já, við erum að reka líklega 3 minnstu kerfislega mikilvæga banka í Evrópu með sama regluverk og var samið fyrir 50 til 100 sinnum stærri banka og við höfum líka búið þannig hnútan að það er miklu meira eigið bundið í þeim, þeir eru skatlaðir meira og með bindiskyldu á sér sem að er 3 sinnum hærri en í Evrópu og það auðvitað bara skilja sér í því miður að bæði er hérna arðsemi hluthafana lægri en líka viðskiptavinir á Íslandi að borga fyrir þetta. Marino, þú þekkir þetta nú ágætlega? Já, ég er bara sammála Benedikt þannig að hérna, ég myndi ganga aðeins lengra heldur en hann talar að þetta er ekki bara sama evrópska regluverk heldur gullhúðu. Já, ég glemdi því. Það var svo sattun á sig. Já, sko, hvernig horfir á árið bara 24 hildir, 13,2% ROI og okkur hagnaður, neða, góður hagnaður alltaf? Ég held að þetta verði bara fínt ár á Íslandi. Ég held að það er svona smá finnst mér annað tónn í því að reyna að nýta auðlindir okkar til frekari verðmætasköpunar og ég held að við sagt frá því einhverju viðtalum daginn að við erum í fyrsta skipti í færum með það að flytja raforku út ekki í formi áls, heldur í formi ljósenda. Já. Og ég veit ekki hvort að við gerum okkur alveg grein fyrir hvaða tækifæri eru í því vegna þess að það er alveg gríðarlega eftirspurn eftir orku til þess að reka gagnaver. Orku þörf vegna reksturs gagnavera er að vaksa mjög hratt og það er auðvitað gervigreindar tæknin sem að nota 9 sinnum meiri orku fyrir hverja fyrirspurn heldur en hefðbundin uppfletting á Google. Já. Og það gerir Ísland auðvitað mjög áhugavert er að við höfum græna orku til að bjóða og síðan þarf minni orku í að kæla gagnaverinn. Og við erum sem betur fyrir þannig tengd heiminn að það er bara eftirsóknarvert fyrir þessi fyrirtæki, stóru fyrirtæki, þetta eru meðan stærstu fyrirtæki heim sem er að sækja í þessu orku og þessa staðsendingu að þetta er bara mjög físilegan kost að reka hér gagnaver og þetta er alveg nýtt fyrir okkur en ofan á það er okkur að takast að byggja upp atvinnugreinar eins og fiskeldi. En þau eru ekki líka að sjá þetta með gagnaverin að það sé starfsgrundvöldurinn á Íslandi og gera þeim eins auðvelt og hægt er? Jú, en ég held að aðalmáli núna sé bara að afla orku. Já. Og ég held að ég held að við séum með tæknifólk og iðnaðarmenn og til staðar til þess að standa í þessar uppbyggingu og við hefum nú sýnt að við getum reist hús hratt þegar leyfin eru komin og það vantar ekki land og tengingar eru bara góðar innviðir á Íslandi eru mjög góðir þannig að ég held að við séum alveg ótrúlega góðri stöðu svo eru þetta byggja upp haldum áfram að byggja upp mjög öfluga ferðaþjónustu sem að nýtur sérstöðu bara vegna náttúrufegurðar og góðs aðgengis rosalega góða samgöngur ég myndi halda að það sé ekkert langt í það að við fyrir að tengja Keflavíkurflugvöll við Asíu líka beinuflugi það er bara vélar að koma Magnaði sjálfum sér að það er beint flug til einhverja 50, 60, 70 borga frá Reykjavík eða Keflavík þá og við erum 200-300.000 mann sem búum á þessu svæði þetta er líklega hvergi í heiminu sem þetta er svona þannig eins og þú ert að telja upp Benni öll þessi Er þá ekki hægt að vera skattleggja þetta? Maður þarf að passa sig en auðvitað þarf ríkið samt líka að fá tekjur þannig að það þarf að reyna að gera þetta á eins hagkvæman hátt og hægt er en ég held að maður tekur alveg undir mér að tala öll tækifærin og það er alveg hægt að teikna mjög bjarta mynd sem ég held að sé en við getum samt alveg klúrað henni þannig að þetta er eiginlega svolítið í okkar höndum að við þurfum bara að fara svolítið vel með tækifærin og svona gæta þeirra og bara klúrað þeim ekki. Svo fáum við alltaf annað banan sko. Já, þú veist á endanum samt, þú getur alveg eyðilagt fyrir þér og að því að þú talar áðan ennum að þú veist að mikilvægt að svona, læra af sögunni það er svo gott að læra af því sem hefur verið gert bæði vel og illa annar staðar og reyna svona að gera hlutin eins skynsamlega og hægt er Klart.
ég bjartsýn bara ekki bara þetta ár heldur næstu ár. Já, ég náttúrulega þegar við báðum koma áður og hvetjum alla hlustendur til að taka þá þætti, frábæð þetta Marino búin að koma, þetta í 3. sinn, Benna kom í 2. sinn. Þá spurði ég þessari spurningu sem að þið hlófuð að sko, í hvað vil ég hafa háa eða lága vexti, ég er ekki að spyrja aftur af því, en við erum loksins Benni og Marino að sjá vexti lækka, tala 25 púnta á morgun. Þetta lítur að vera fagnaðarenni, en svo samt allt í svo mikil óvissu að kannski erum við ekki að fara í þetta vaxtalækkunarferli sem við byggumst við. Ég held samt að við myndum koma eða hvena sem og myndum spyrja hvernig ástandi núna, þá myndum við segja að það sérstaklega mikil óvissa núna. Manni líður alltaf svolítið, svo eftir að higgja þá horfum maður tilbaka, nei, þetta var ekki jafn mikil óvissa þá og núna. Datta það eitt banani. En það auðvitað mikil óvissa núna, eins og reyndar alltaf. En haldið að Seðlabankinn verði stífari núna, eða hann mun fara stíga enn varlega til jaðars með að lækka vexti? Tónninn hefur verið varfærin og ég held að sé rétt mat að það verður kannski ekki meir en 25 púnta vaxtalækkun. Ég held að skipti máli bara að lesa tónin í yfirlýsingunni frekar. En þetta svolítið, við erum í svolítið skrítinni stöðu líka að því að auðvitað á dæmi á því að vaxtatekjum og vaxtagjöldum misskipt á milli heimila. En síðasta ár í þessu háa vaxtaumhverfi og auðvitað með íbúðalán sem voru hluta til en þá á föstum vöxtum sem hafa verið festir fyrir 3 árum. Það var árið fyrsta árið frá 2008 held ég að 2007 það sem að heimilin landinu fengu meira í vaxtatekjur heldur en borguðu vaxtagjöld. En það skiptist þetta misjafnt sko og þannig að sko Seðlabankanum smá vandi á höndum með það sko af því að þetta miklar fjármagnstekjur geta líka bara alveg af sér meiri neyslu og það þarf að finna þannig balans en ég auðvitað eru vextir á leiðin niður og ég vona að við finnum með takt í að ná niður verðbólgu og það skiptir máli bara aðhald allstar, ekki bara vinnumarkað eða ríkisfjármálin líka og sem betur verið eru þau nú þó að einhverjir hafi verið að gagnrýna hallarekstur þá eru þetta ríkisfjármálin í miklu betra standi heldur en víðast hvar í Evrópu. Tala ekki í Bandaríkjunum þar sem fjárlagahallinn sko mælist í 6-7% stigum á landsframleiðslu. Heldur aðeins áfrá þarna, kannski eitt sem ekki fjalla mikið sem hefur breyst mjög mikið á landinu núna á bara undanförnum 10-15 árum, að það bara sér hreina erlenda staða við útlönd sem gríðarlega mikil breyting að núna eigum við sem þjóð meiri erlendar eignir heldur við erlendar skuldir og það gera það eins og þú þekki Benni þegar það verið að hitta þessi erlendu matsfyrirtæki sem að meta bæði ríkissjóð og fjármálastofnanirnar þá horfa þær mjög mikið á þetta og við berum þetta sama til dæmis eins og þegar þú varst að vinna uppgjör hrunsins að staðan hefði verið allt önnur ef við verum í jákvæða erlenda stöðu eins og við verum núna með þannig að það er alveg mjög auðvelt að mála upp til að bjartsýna mynd fyrir hagkerfið. Það eru allar forsendur fyrir því að hlutir eigi geta gengið mjög vel en við þurfum bara að halda vel á spöðunum. Já, heldur betur. Það hægt að klúra þessu. Já, klart mál. Mér langar að koma örsnögt aftur að óvissinni sko, því að þetta ríkir alltaf óvissa, en maður sér sko, við gengum í gegnum COVID og svo kemur Úkraínustríð ofan í það og núna erum við að sjá þetta tollastríð og einhvern veginn enn frekari þróun í þessum deglobalization eins og hún kölluð. Er þetta eitthvað sem að markaðir sko til skamstíma tóku ekki vel í þetta í hvað var það senastu viku? Maður nú, ef þú horfur á landslægi núna, er þetta eitthvað sem að ef þú setur á því Nostradamusar hattinn hefur miklar áhyggjur af þróun heimsmálana? Já, ég hef alveg svona, þú veist, ég hef alveg gaman að lesa sögu. Þetta kallast aðeins á bara tíman milli stríða þegar Bandaríkin fóru og svona minnkuðu hlutdeild sína í alþjóðaviðskiptum og einangruðu sig. Maður hefur alveg svolítið áhyggjur af því að það gerist aftur af því að viðskipti búa til verðmæti. Þannig að ég held að sé alveg fullt tilefni til þess að hafa áhyggjur en ég held að við samt að reyna að vera svona horfa tiltölulega bjartsýn á þetta og því það fylgja líka tækifæri áskorunum og við erum auðvitað bara lítil þjóð sem getur náð tölverðum árangri en við þurfum bara að halda vel okkar spilum en þetta er áhyggjuefni. Já, verður þetta.
Já, þetta er alveg rosalega sérstakir tímar og það er magna spenntur á mótnana til þess að sjá hvað gerist í Bandaríkjunum í kvöldið og nóttina og hérna, Það er alltaf frétt og okkar maður er duglegur að tísta eða á sínum samfélagsmiðli en það er rétt, ég held að sé sko, það er einhverju leiti svona einhvers konar reset að eiga þessi stað og ég held að því við vorum að ræða regluverki í Evrópu þá rakst ég á áhugaverða grein í erlendu blaði bara helgina það sem að var bara ágætis yfirferð yfir það að þetta Bandaríkin í vandræðum líka sérstaklega þau ríki sem að demokratar hafa ráði ríkjum eins og New York fylki og Kalifornía þar gengur bara mjög illa með bæði frumþjónustuna eins og bara að reka skóla og heilbrigðisþjónustu og ná utan það, þetta hefur verið mikil fólksfjölgun og mikið af innflytjendum að koma en þeim hefur gengið líka illa með bara mikilvæg innviðaverkefni, það er verkefni hárhraðalest á milli San Francisco og Los Angeles sem að runni fór að stað 2008 og átti að vera tilbúið 2020 ég held að þessu ekki búinu með nema kannski 7% af þessu og vandamálið er einmitt búið að vera það hefur gengið svo illa að tryggja rauninni landsvæðið undir þessa, það eru endalausar deilur eigendur af jörðum sem að þessi hárhraðalest átt að fara yfir hafa verið í deilum og það er greinilega áfrýjunarferlið er jafnvel enn flóknara heldur en hér og á meðan eru Kínverjar held ég búin að ná að sko rúla út sennilega 4 sinnum eða 5 sinnum lengdinni af þessari hárhraðalest sér og þannig að sko bara innviða uppbygging, ég tók eftir að Þýskaland eru þetta með nýjum kanslara að fara í verulega innviða fjárfestingar en það hefur einst mjög erfitt að einhvern veginn að tryggja þessum innviða fjárfestingum sko þau leyfi sem þarf til þess að fara í þar og þú minnist á skuldastuðu ríkisstjórns í Bandaríkjunum áðan og þeir búið þetta við þann kost að geta prenta peninga og verið algjaldmiðill heimsins nú sjáum við bara Asíu vera heldur betur að rísa upp á afturlappirnar Rússland er að segja sér veðrið og það er að myndast bara fleiri öfl þeir þurfa bara að fara að gæta sín jafnvel Já, og einmitt eins og Magnús sagði, ég hugsa bandaríski herinn getur ekki sinnt vörnum út allan heim í þessu ástandi og líklega er það sem ríkisstjórn Trump er að gera er að reyna svona einfalda líf sitt í Evrópu og þjappa Evrópu saman eins og það er kalt að segja það og segja þeim að svona reyna að sjá meira þetta sjálf og einbytta sér kannski þá að Tævan verja það er mjög mikilvægt land fyrir Bandaríkin og út frá örgjörva framleiðslunni Gerðugreindi sem þú talar hún er framleidd í Kína nei, í Tævan en þar sjáum við náttúrulega fréttir að TSMC er að setja af staðverkefni og fjárfestingar í Bandaríkjunum til að tryggja framleiðsluna þar og síðan náttúrulega skiptir það máli líka bara út frá rauninni svona stöðun í Asíu að þetta ef að kemur að fara að staða þá er aldrei hvar það stoppar en valdajafnvægið eða svona öflin, krafturinn er að færast austar, það er alveg ljóst og Evrópa er einhvern veginn svona í einhverju tilvistakreppu heldur betur ekki snerta þetta Þess vegna ég endilega skell okkur í Evrópusamtökin og kjósum það já Mér langa að færa okkur inn fyrir landsteinina af því að þessi umræða hlaut nú að koma mál sem að vakti mikið umtal og áhuga landsmanna Íslandsbanka samrunin hann bjóst nú líklega þessari samruni Arion og Íslandsbanka kannski byrjum á því serðu fram á að sé hægt í núverandi landslægi að fækka kerfislega mikilvægum bönkum eins og talaði fyrir annars hefðu ekki farið að stað Nei, menn í þessu þá minni núverandi landslægi bara með samkeppniseftirlitið og bara hvort það sé áhugi fyrir því Já, ég held að ég myndi vilja láta reyna á evrópskt samkeppnislaga regluverk sem að gildir auðvitað hér
og en það þarf að vera vilji beggja vegna borðsins Já. Og þá ég ekki að tala samkeppniseftirlit aðilar þurfa að vera sammála að fara í þessi viðræður og leita til samkeppniseftirlitsins sko, nú veit ég náttúrulega að þið þurfa að fylgja eftir strengstu reglum að þið eru í kaupöllin og svona en var ekki bara eftir að ringja í stjórn Íslandsbanka eða það má líklega ekki það hefði verið mjög slæmt Nei, þannig að Íslandsbanki þeir fá bara að heyra þetta á sama tíma og við í fréttunum eða eitthvað Já, það er bara kannski mínútu fyrr með símtali og bara það komið til líka bréf kíkja á póstin ykkar Sko kom þér á óvart þarna því að náttúrulega þeir sögðu bara takk, nei takk hvernig fannst þér skýringarna sem þeir gáðu við höfðu ekki áhuga á þessu? Já, ég svo sem kannski get alveg skilið það og virði það og það bara ánæður með að þau gáðu sér hann tíma til þess að skoða málið og kynntu sér það við deildum með þeim bæði bréfi og svona grunngögnum þetta lagaákvæði og sem í grunni sko lagalegs eðlis en efnahagslegs eðlis líka sem hefur ekki verið látið reyna á hér á Íslandi fyrr og en komumst að þessari niðurstöðu nú eins og við sögðum í okkar tilkynningu Já Benni getur náttúrulega ekkert sagt þegar að spyrja mig þetta Já, þú er næstur sko Benni veit að náttúrulega jafnvel og ég Já. að svona mál takast eiginlega aldrei í fyrstu tilraun Nei, þegar síðast þegar þú komst til okkar þá var náttúrulega nýbúið að slitnaði á ykkur sko Kvik og Íslandsbanka Kom þetta þér óvart? Þetta mál Já, til dæmis, í fyrsta leið kom þér óvart að Benni Arion banki hafi reynt að daðra við Íslandsbanka og þegar tilkynningi kom, hún komið fullkomlega óvart ég átti ekki vona á henni hún bara komið mjög óvart að tala við þig saman dag en bara hatti nú af það var hugað og heldur tilraunina virði og ég held að það sé ekkert búið Nei, var þetta, ef þú segir alveg eins og Penny, þarna helst þetta myndi fara í gegn, eða var það bara langskot? Nei, veistu að við reyndar grínuðust með það þegar við vorum að klára þetta sko erum við orðin svo samdöna þessari hugmynd að við sjáum ekki réttu ljósi en auðvitað eftir að við vorum búin að greina þetta og vinnuna þá fórum við auðvitað þétt samtal við stjórnina þar sem að hún kemur þá alveg ferska málinu og skoðar okkar málflutning og okkur fannst þetta að vera þörf og góð nálgun á að gera okkar fjármálakerfi sem auðvitað gríðarlega mikilvægt í okkar bara efnahagslífi og fyrir okkar hagkerfi, við erum okkar eigin mynd skilvirkara, hagkvæmara og aðlaga það betur að því starfsumhverfi sem við erum í sem eins og Maron nefndi regluverk sem saman fyrir 400 miljón manna markað og við erum á 400.000 manna markaði sem að þá bera þennan kostnað og ég verð að segja sko, það runni alveg magnað hvað þessi fjármálaþjónustu hjá okkur þó komin langt og við erum búin að þróa öfluga þjónustu, tækniþjónustu fyrir okkar viðskiptavinni en þetta er meira sem mörgleiti erfiðara heldur en vera bara 400.000 á móti 400 miljónum við erum líka með í mynd það er herringalausnu sem við getum ekki nýtt með öðrum sem er með sömu mynd en ég held að má ég fara að setja staðis ykkar sæti og spyrja hana Já, gjör það svo vel fóðu bara sætið að leið umkringdur nei, að því mér er svo áhugavert eins og við ræddum bara 3 verða 2 þú veist þessum fjarskipta gera hana því að það er alveg áhugavert held í umræða Já, það er sko það eru sem sagt fyrirmyndir fyrir þessu ekki úr fjármálaþjónustu það eru nokkra fyrirmyndir 4 svona fjögur lykil fjármálafyrirtæki 3 bæði á Ítalíu og Spáni en í Evrópu eru mörg dæmi þess að fjarskiptafyrirtækin hafi orðið úr 3 í 2 og þá verið að segja að þetta eru dýrir en mikilvægir innviðir og það er mikilvægt að ríki samkeppni innviðaþjónustuna en þetta eru innviðir sem að önnur fyrirtæki sem veita þjónustu á þessu sviði nota eins og hjá okkur eru fjártækni fyrirtækin að koma inn sem þjónustu veitendur og það í rauninni þannig að sumar af þeim innviðum sem eru þá ekki til staðar inn í RB heldur hafa verið þróaðar inn í bönkunum
sem dæmum það bara allt sem tengist hérna peningaþvætti og því að taka hérna aðalegi viðskipti íbúðalánaferlið í heild sinni, það eru hérna flókin og dýr kerfi í tengslu við eignastýringu og fjárstýringu og bara greiðslur þó að auðvitað bakbenni erlendagreiðslu kannski sérstaklega sem að hérna það er erfitt fyrir lítil fjártæknifyrirtæki talandi á þessu litla markaði að byggja upp þessi innviði en ef okkur tækist að búa til umhverfið það sem að það væri meginstofnum til 2 kerfislega mikilvæg fyrirtæki sem að væri að reka þessi innviði í samkeppni við hvort annað og hleypa öðrum minni fyrirtækjum inn á þessi innviði fyrir svona skilgreindu gjaldi þá erum við raunverulega búin að hérna, búa til enn öflugra samkeppnisumhverfi sem væri hagkvæmara fyrir neytendur. Það var þessi hugmynd og vissulega er þetta fyrsta 3-2 sameiningin á fjármálamarkaði en ég myndi ekki útiloka það að við munum sjá það í minni hagkerfum við Evrópu gerast á næstu árum og Ísland hefur þá orðið fyrst til þess að stíga þetta skref og ég held að margir sérfræðingar í samkeppnisrétti það fundist þetta mál áhugavert út frá einmitt þessum punkti. Já, einmitt. Sko, Maran árin leifir að grilla Benedikt meira, þarna, sko, markaðurinn, sko, ok, þú ert kannski bara með hefðbundna neytendur, Jónar út í bæ og svo ertu með markaðinn, sko, ég held að margir skilji vingil sem Ben er að tala um að þarna, þetta hefði aukið raun og verið samkeppni og þetta hefði bara gert neytendum afar gott. Allavega gert neytendum gott og þetta hefði verið allra hagur fyrir neytendur, en fólk horfir ekki þannig á þetta, horfir á að sé vera að fækka banka og verði minni samkeppni. Ég held að þetta sé nú bara tiltölulega flókið þetta. Bara einhverju leiti þá 3 verða 2 þýðir minni samkeppni. Já. En aftur á móti 3 verða 2 þýðir meiri stærðarhagkvæmni sem þýðir þá að það er getur sagt fastu kostnaður eða kostnaður við kerfið getur deilst á fleiri aðila og þar lendir þetta veita þjónust á lægra verði þannig að svo er alltaf bara spurningin hvor krafturinn er sterkari. En er ekki krafturinn alltaf sterk, en ríkið er með lægri ávöxtunarkröfu heldur en hluthafar Arionbanka og Íslandsbanka, þannig að krafturinn verður alltaf erfiður í keppni við ríkið. Já, þú veist, þá er það líka komið með að taka tillit til áhættu og hagkvæmni í rekstri. Með þessum rökum getur þú sagt að ríkið þetta eiga allar rekstur að það er lægri ávöxtunarkrafa og ríkið það væri bara hagkvæmar ríkið ræki alla bankana. Ég meinti þá meira að ríkið væri fyrir á þessum markaði, sko. Já, en sko, ég held að þetta sé bara pínu flóki, það er þetta að hugsa, það er þetta að hugsa sér bæði að samruni þá banka eins og Íslandsbanka og Arion gæti auki samkeppni, en það geti líka að hugsa að það minnki samkeppni. Þetta er bara pínu flóki og feru þetta eftir bara hvernig þetta er útfært og mér finnst það mjög áhugavert eins og þetta segja Benedikt eins og að hleypa fjártækni félögum minna og þetta var svona það var svo góknur sem að læsa þið voru mikið að velta þessu fyrir ykkur. Já, svo var fólk auðvitað eðlilega bara skeptist á það að þetta myndi skila af því að sko forsendan fyrir að svona samruni 3-2 sé yfir höfuð heimilaður þar sem að verður til auðvitað mikil stærðarhagkvæmni og hérna og einhvers konar samlegð að hluta af þessari samlegð verður að vera skila til neytenda með sannarlegum og mælanlegum hætti bara strax eða fljótlega við samruna slíkra fyrirtækja. Fólk var eðlilega svona að hugsa með sér þetta mun aldrei skila sér en það gleymir því að það er skilyrði sem að samkeppniseftirlitið setur og ef að skilyrði ekki uppfyllt þá verður annarkvort samruna ekki leyfður eða fyrirtæki sem að sameinast sektað háar fjárhæð fyrir að hafa ekki uppfyllt skilyrðin. Einmitt, þannig að þið hefðu þurft að skila útreikningum til að sína ábatan fyrir, einmitt, já, ég vissi þetta ekki til dæmis. Aðeins og öðru nótum en samt ekki alveg ótengt, sko, að því við vorum að nefna þessi fjártækni fyrirtæki í kringum bankana PSD2 og gagsett banking, sko Open banking, já. Hvað er að frétta þarna? Maður heyrði mikið af þessu fyrir nokkrum árum og svo verður einhvern veginn bara leiðið svolítið í dvali eða hvað? Já, það er samt verið að nota þetta, Landsbankinn er að nota þetta hjá sér í svona aggregation á reikningum. Getur séð inn á Landsbankanum hvað þú átt í innistæðu hjá öðrum bönkum? Já, nú kannski ekki vera að tala upp þjónustu samkeppnisaðila en Þið byrjuðum með þetta líka? Við byrjuðum með þetta en við gerum það þá í gegnum sko þá staðreynd að okkar viðskiptavinir áttu sín gögn hjá Meniga og gegnum PSD2 gátu sóta þar og þá reyndar lokaði samkeppnisaðila okkar á gögnin þangað
og hættu að vita þau en hérna, síðan er þetta þjónust eins og Blik, hún er bara byggist alfarið á PSD2 og hérna og kannski einhverju leiti verða að nota þetta einmitt í einhverjum greiðslu þjónustum öðrum, ég veit ekki, er ekki auður að nota þetta eitthvað? Jú, ég ætla kannski ekki að fara að tjá mig mikið fyrir kviku Nei. og eitthvað breytt frá því að ég var það En ég verð samt að taka undir með Leif sko að, þú veist, það er ekki svo langt það mörg ár síðan að var nánast hugsa bara að viðskiptabankunni verður bara að fara að deyja út og þetta open banking myndi bara taka yfir, það er ekki alveg þannig Nei, þetta opnar kannski aðalega á greiðslur Já. Þetta snýr að því og það geta sótt viðskiptasögu og hreyfingar af reikningum, greiðslureikningum en hérna það breytir ekki það er ekki verið að opna og til dæmis á hérna peningaþvættis hérna ferlana eða íbálana ferlið gegn þetta hérna regluverk en þetta er samt ekkert ósvipað því sem gerðist í fjarskiptageiranum af hverju var að byrja að sameina fjarskipta innviði það var vegna þess að 10 árum áður en PSD2 kemur þá er verið að opna einmitt á þessa innviði og leyfa því sem að heita til dæmis bara virtual mobile operators sem að raunni áttenga innviði en gátu veitt þjónustu bæði á neytendamarkaði og fyrirtækjamarkaði með bara alla fjarskipta þjónusturunni að fara inn á innviðina hvað sem það voru farsíma innviðir eða ljósleiðarar og það sjálfum sem ótrúlega margt líkt með fjarskiptamarkaðnum og fjármálamarkaðnum að það er gríðarlega hár fastu kostnaður og hérna þú veist það eru fáir stórir aðilar mikil gerjun fjárfregur bransi fjárfregt töluvert mikla sko svona tæknunýjungar það er dýrt að halda þessu við en þetta getur sagt opnun og regluverkinu þó að er alveg sammála að maður bjóst við að PSD2 myndi hafa meira áhrif þá er það samt líka af þau áhrif að það er tilgríðarlega mikið af félögum samkeppnum búin að aukast mjög mikið og það er verið að keppa í með þessar margar nýjar hugmyndir bara sem þú nefndi Blik rétt þaðan Já. Og svo er annað þetta bara öll þessi þjónusta hérna stafvæðing fjármálaþjónustu gefur gert það að verkum og það er orðið mjög auðvelt að hreyfa sig að færa sig að milli þjónustu við þetta og hérna það voru kannski margir sem trúðu því þegar hérna SFF, samtök fyrirtæki fjármálaþjónustu sögðu frá því á hérna aðalfundi sínum í fyrra eða SFF-deginum að þá hefði verið gerð mæling á hreyfanleika á íslensku markað og borið sama við skýrslu sem hefði verið unnin fyrir allt evrusvæðið og í Svíþjóð og komið ljós að hreyfanleiki meldist mestur með fjármálaþjónustu á Íslandi og það er að Blik að hérna og þú varst að tala að hann verki með hérna ríki með lægstu ávöxtunarkröfuna hvernig er hérna strætóappið það er ekki hérna ég veit alltaf að krakkandi mínir taka það þetta virkar einhvern veginn aldrei Nei, þau voru líka bara 20 ára hann sko Já, en ef það hefði verið samkeppni við strætó þá hefði þetta bara að virka Það var samkeppni en það rann síðan saman við strætó það var hræðilegt Dynout, bókaborð, pantamat rafrængjafabrif, viðburðir, bókasali Coupons afsláttarkerfið sem er þetta geðveitt bæði bara svona vildakerfi inn í að nú fer afslátt bara sjálfkrafa Dynout, Ingatina Já, en þú veist, aftur, ef við komum að því að hérna að fermingunum núna að gefa fermingugjöf sem er ekki bara einhver lóa sem að bólugrafni úlingur stingur hún í vasan og gleymir í hver gaf sér heldur, getur þú gefið honum upplifun getur þú gefið honum gjafabrif Rétt og ég nú bara grínast, ég elska úlinga fótt sem ég elska meira Já, elska hérna, en punkturinn lifir að sko, á meðan þú ert að gefa upplifun þú ert að gefa flotta gjöf, þá ert þú að safna vildapunktum Einmitt, á meðan, tikkin Glæsilegt Binkat, sko við erum búin að vera að tala auðvitað ECT-sin en við erum Binkat menn svona fyrst og fremst og það eru svona 3 vörur sem ég langar að benda á það er Friends pizzabretti 24 cm á 4,990 pizzaspaði úr við shit, ef þú ert með opn heimaður eða eitthvað 5.990 krónur og svo er það pizzanhýfurinn sem er 8.990 og þessi pizzanhýfur leifur ég að sína að mynda þessu þetta er bara þvæla þú ert ekki að sína með neina mynda Binkat-nýfnum sko. ég hef oft veltið fyrir mig sko, að því að það eru svo margir sjálfkerrar að núndi sem virkilega pæla í pizzunni sinni þú ert búin að græða þetta eigi súrdeig þú ert með ferskan mozzarella-ost og mögulega ertu bara með ólífuolíu San Marzano tómata, salt
og that's it sko. Já. En kannski ertu í pepperoni. Hvernig sem þú ert að vinna pítsuna þarna, ef þú ert að leggja svona miklu að vinna í þetta, auðvitað á þetta að vera smá sjó. Þú tekur binnkantnífin, þú skerð hana fyrir gestina og þeir taka eftir því. Þeir taka eftir því. Þetta er upplifun. Þú vill ekki vera með öll dýrustu hráefnin, bestu pítsunar og vera svo með eitthvað smjörhnífa að gera þetta sko. Og klippa hann í sundur bara á skerf. Nei. Gerum þetta almennilega. Glemdu hugmyndinni. Það er binkat. Dokkabit, þeir gera rafrænar undirskriftir einfaldar, sparaðir pappírskostnað, sparaðir vinnu, sparaðir tíma. Dokkabit. En svo er þeir líka, sko, það er tvennt sem að þeir gera sem að auðvitað ég tek eftir að það er annars vegar það er bara þetta öryggi sem að nú er ég að vinna hjá Kreditinfo og er að miðla sko gögnum sem eru afkaflega mjög viðkvæm okkur einasta degi og þá þurfum við til þess að uppfylla okkar skildur það var bara Dokkabit öðru system og það var bara Dokkabit, það var ekkert annars sem kom til greina það voru eitthvað pælingur við öðrum og svo sögðu bara eitthvað þessi gögn með ekki fara neitt annað það var bara Dokkabit en svo er það líka raunverulega viðmótið sem að Dokkabit var að fara yfir hjá sér og er búið að yfirfara, það er búið að uppfara og það er orðið bara í fremstur Já, klárt mál Svo er að TM tryggingar rættum að Landsbankan í kvöld til hamingju Landsbankin með að eignast besta tryggingafélag á landinu þegar þú og þitt fólk vex og dafnar í lífinu og þegar ykkur færist eitthvað í fang þá viltu vera hjá TM Það er náttúrulega bara þannig og það er bara eins og við tala áður með TM sko að það er þegar þú ert að tryggja þig og aftur þetta snýst bara það hvort þú treystir þínu tryggingafélagi hvort að það sé að fara að standa við bakið þegar að reynir á þú ert ekki að nurla fyrir einhverjum 100 köllum hér að þar og spara að því að þegar á reynir þá viltu vera hjá tryggingafélagi sem að bakkar upp Já, og ég get alveg lofa þér því að TM er að verðleika sína þjónustu þannig að þeir bara komast ekki neðar með þessa framúrskarði þjónustu sem þú ert að fá þannig að allir tryggja sig Þetta er basically bara kemiverð Já, þetta er kemiverð Já Má ég spyrja venna þínu? Gjörðu svo vel Er þið ekki bara rétt að byrja? Hvað er næsta fyrirtæki sem er einu Kannski tilkynna það bara hér Já, eins og það heyrið við erum með þá áhuga að halda þessu opnu Já en það þarf auðvitað að vilja Já hinum megin við borðið en mér finnst þetta er það stórt mál að mér finnst að við að ræða meira Já Nú ef að það er engar dyr opnar þá þarfum við bara að skoða það möguleika Sko, þetta er samt það sem er svo áhugavert við viðskipti Þú veist, á markaði takast bara hugmyndir á Þú veist, þetta var bara ein hugmynd gekk ekki þarna, verður reynd aftur það kemur bara í ljós og svona, þetta er markaðurinn í þessu vettvangur þar sem bara hugmyndir og viðskiptalíkun takast á þannig að það er það sem er áhugavert bara við bransan Klárt Kannski eitt, er ekki bara fínt að þeir tóku sér þó ekki meiri tíma í að hafna þessu í staðin fyrir að við sáum þessu með Heima og Eik sem tók bara meir en ár og félögin í spennitreyju sko Jú, við svo sem nefndum það í bréfinu sem við sendum til þeirra hérna á föstudags eftirmiddegi að þú vilja heyriðið innan 2 vikna en voru svo sem tilbúin að lengja þann frest eitthvað en það er alveg rétt ef að stjórn Íslandsbanka var að tala sinna og þetta væri kannski hendaði ekki Íslandsbanka og hefði ekki sum trú á þessari vegferð og við þá þetta var betra bara að gefa það svar en við vorum hins vegar að teikna upp tímalínu sem við hefðum geta kannski svona komist nokkuð vel sameiginlega nokkuð vel að því hvort að þetta væri raunhaft á svona 6 mánuðum og það var svona tímalínan sem við vorum að horfa á og þá vorum við að horfa á sko þetta svona teymi sem væri sett saman utan fyrirtækina sem að væri að vinna mat á samlegð og mótvæðisaðgerðum sem þyrfti að grípa til og byggja upp röksendafæslunum gagnvart samkeppniseftirlitinu og fara svo bara í forviðræður með þá vinnu þannig var þetta hugsað þannig að og þá hefði á þeim tímapunkti liðnum verið hægt að segja herðu, þetta er ólíklegt gleyma þessu og það var ekkit runni gert ég veist að það hefði ekki verið mikil vinna inn í hverju fyrirtæki fyrir sig að keyra þann prósess það hefði kostað einhvern pening það hefði þurft að fá utan einhvern til ráðgjafa en auðvitað í stóra sammenginu já, en maður skilur þetta auðvitað meðan á þessu stendur þá er þetta kannski verið trublandi fyrir starfsemi og svona starfsöryggi fólks í þessum fyrirtækjum það sem var samt auðvitað held ég áhugavert við þetta
hvað var þetta í 2 vikur, tæpa 2 vikur Já. að það var gríðarlega mikil umræða bara í hagkerfinu, bara í samfélaginu bara grunngerð bankakerfisins hvernig er það að þjóna hvað er kostnaðurinn, hvernig er þetta ná ávinningi og þetta svona umræða sem ég man ekki eftir að hafa verið jafn mikil og jafn mikið á dýftina þannig að þó það sé bara út af því þá held ég þetta að vera mjög jákvætt. Já, ég er sammála því, ég held að við tökum bara jákvæður þessu. En þú veist, svo má líka ræða það að við erum bara búin að vera í söluferli núna með bankana af hálfu ríkisins og nú útlit fyrir það að ríkisstjórnin ætli ekki að selja Landsbankann, Sjálfstæðisflokkurinn, ég mætti segja hann hefði kannski sofnað á vörunum eða brunnið út á tíma eða hvernig sem það var. Synd í öllu falli eða hvað, Marino? Já, ekki ágætt að byrja að selja Íslandsbanka en þetta, þú veist hvað er verið að taka yfir mikið skuldum frá Íbúðalánasjóði? Þú veist, er þetta ekki bara fullreynt að láta ríki reka fjármálafyrirtæki? 651 milljarður, það er ekki minna. Og ég spurði Bjarni út í það, þú veist, er það ekki Íbúðalánasjóður? Það er fullkomið dæmi það að ríkið ágætt að vera væflast fyrir ykkur enga fyrirtækjum. En svona að því sögðu, mér veist reyndar kannski eftir þig að tala beint samkeppnisaðilann mér veist reyndar Landsbankinn hafa staðið sig ágætlega sem banki það má alveg eiga það að af því hann er með góða samkeppni samkeppni skiptir ef þetta væri bara strætó ekki samkeppni, þá væri ekki að frétta það er þetta frábært búti sko það væri nú fallegt að sjá Landsbankann í en það kemur dagur eftir þennan dag. Það gleymist aðeins í þeirri umræði, nú man ég ekki tölna nákvæmlega með minn að Landsbankin sé með sko norður á 330 milljörðum af eigið bundið í sinni starfsemi og það er alveg, þú veist, fyrir ríkið að halda á slíkri eigni, það er mjög stór ákvörðun að ætla að eiga svona stórt fyrirtæki í langa tíma. Við sjáum nú harðaðingu hópin ef ríkið ætti ekki banka þeir myndi ekki setja 300 milljarði að stofna banka. Einmitt. Og maður á að hugsa allt svona. Myndi við fara núna í það að stofna Landsbankan? Nei. Einmitt. Ólíklegt. Nei. Við ætlum að fara aðeins yfir á lánamarkaðin góða. Þingmenn, þessi er aðsend. Takk riddara fyrir að senda okkur spurningar og hafa það nafnlausar, það er bara flott. Þingmenn Framsóknar hafa lagt fram þingsályktun á tillögu sem snýr að því að tryggja að fasteignakaupendur í Íslandi hafi aðgang á óverðtryggðum lánum með föstum vöxtum til langs tíma. Meðal annars með breyttu regluverki og innleiðingu vaxtaskipta samninga sko áðurinn ég spyr ykkur er þetta raunhæflaust sko alltaf Sigur Ingi Willum mætti hérna fyrir kosningar og var með á móti Áslaugu Örnu og talaði með hann gamla góða samfélagsbanka sem að þið eru líklega ekki einmitt já, er það ekki bara en þú veist sko þessi þingsályktun til Benni, er þetta raunhæft? Ég sýndist þetta nú vera bara beint upp úr erindi sem ég held á SFF fundi í nóvember það sem við erum nákvæmlega, eða ekki mjög sambærilegar hugmyndir og það reyndar eignaði Marino eina frábæra hugmynd sem að þessu tengist. Það var fallega gert hjá þér það var að breyta uppgjörskröfu lífeyrissjóðanna úr 3,5% raun vexti í 3,5% vexti bara taka raun út ég er búin að hugsa til 20 ára aldrei búin að þóra að segja neinum þetta þess að styggi ekki lífeyrissjóðana segi Benni þetta í trúnaði og hann kemur og eitthvað fund sem er varpað út mörg hundruð og við erum að tala þetta hér nei, horfa á þetta, hann náttúrulega sagði þetta og sagði það, ég hafði sagt honum þessa hugmynd og síðan náttúrulega stoppaði ekki síminn hjá mér ég lenda okkur fundi hjá félagi tryggingastarfsfræðingaræði og alltaf verið að segja allt Benni að kenna nei, alltaf að tala um hugmynd mín ég segi alltaf bara ástæð fyrir ég var ekki búin að nefna þetta fyrir Benni sagði að ég ætti þessa hugmynd en ég heldur reyndar að þetta hafi verið góð hugmynd hjá Benni og nú er það mín sko fyrir þá hlustendur sem eru ekki að vel að sér á því strákar breytt núvirðingakrafa lífeyrissjóða stærsta skref sem hægt verið að taka til að draga úr vægi verðtryggingar í Íslandi Benni, 101 hagfræði, hvað erum við að tala um hérna? Já, við erum að tala um það að réttindi sem að við ávinnum okkur í lífeyrissjóðkerfinu hvort það er í samtryggingakerfinu eða í séreignakerfinu kannski þá enn sterkar í því kerfi myndast vegna gjaldana eða inngreiðslna og ávöxtunar réttindin verð ekki til með því að verðtryggja lífeyrisgreiðslurnar það eru þetta bara eitt form af því að greiða út úr sjóðunum en hvað maður að segja kenningin sem að ég setti fram og maður nú átti er þá að uppgjörskrafan er kannski einhver leiti að stuðla að því að vaxtastig er
kannski aðeins herra ég heldur en að þyrfti að vera því að nú ég man ekki hvað þú þekki tölulega betur ég en ekki lífeyrissjóðakerfi árið 250-60% af landsframleiðslu og á leiðinni bara norður á 300%. Þannig að við í dag eigum þetta bara gríðarlega mikinn sparnað sem þjóð í þessum sameiginlegu sjóðum og það sem ég vakti kannski fyrir mér umfram það sem Marino var að hugsa var ég fór að velta fyrir mér sko ef við erum að setja óraun af uppgjörsviðmið og að til dæmis verðtryggja lífeyris útgreiðslunnar mögulega erum við ekki að reikna þess áhættu rétt og mun það bitna á kynslóðunum og þið eru að borga íbúðalánavexti sem að fara kannski sumir til bankana sem að fara þaðan til lífeyrissjóðana gegnum skuldabréfin sem þau kaupa á bankana eða bara borgi lífeyrissjóðanum beint vegna þess að það veit ekki lífeyrissjóðanum þar og en kynslóðan undan ykkur eða heimilkynslóðum ofan ykkur sem er að þiggja lífeyrisgreiðslur er að þiggja byggt á þessari uppgjörskröfu og hvað ef að eftir 30 ár og þá vaxtastigið bara ekki það sem það var þá og þið voruð samt að borga hærra vaxtastigið og ávöxtun sjóðana verður ekki með sama hættu hún var 30 ára fyrr þegar þið voruð að borga vextina inn í sjóðana og þá réttindin ykkar ekki með sama þau eru ekki sterk og rík og 30 árum fyrr og þá þetta árið kynslóðamál það var það sem að lífeyrissjóður eðlisinu eru kynslóðamál ég myndi útskýra það eins og einfaldara ef við má ég á til að flækja hlutina Hvað með þetta? Þetta í einhverju leyti svoleiðis að mér finnst ágætt að horfa á þetta svoleiðis ég frá Akureyri og ef mér finnst það langt að keyra til Akureyrar það eru 380 kilometrar ef við myndum bara breytið yfir í mílur það verður hvað 250-60 ég væri samt ekkert fljótar að keyra og þetta einhverju leyti sama þetta góð samlíking það eru greiddir eignir inn í sjóðina þær eignir þær fara til greiðslu lífeyris það skiptir engu máli hvernig við mælum eignirnar það er bara eignirnar sem hægt að nota til þess að greiða út lífeyrin og það að mæla eignirnar í verðtryggðum krónum eða skuldbindingar sem mælda sem verðtryggð það fjölgar þeim ekkert eða fækkar þannig að þetta í sjálfum sér bara reikniregla sem notuð og hún per se býr ekki til verðmæti þannig að en það gerir það verkum að lífeyrissjóðunum þeim gert að tryggja lífeyri að greiða út verðtryggðan lífeyri ef eignirnar ekki nægar til þess að gera það þá þarf að lækka réttindi ef eignirnar eru meiri þá þetta auka réttindi það engin annar sem greiðir það þannig að þetta bara spurningin það hvort við eigum að vera að auka og minnka réttindi með þessa verðtryggðu mælistiku eða hvort við eigum að auka eða minnka réttindi með við óverðtryggða mælistiku þetta ekkert flóknara heldur en það þannig að þetta hefur samt áhrif eins og þú ert að segja samt með vaxtastiga því þetta hefur áhrif á þetta bara framboð og eftirspurn eftir fjármálagerningum lífeyrissjóðir eru langstærstu fjármagnseigendur landsins og þegar núllpunkturinn þeirra framtíðina eru að þeir þurfa að standa skil á verðtryggðum eignum þá náttúrulega eftirspurn eftir löngum verðtryggðum skuldabréfum ef það væri ekki verðtryggð mælistika þá getur maður velt fyrir sér og það verður bara spurningum framboð eftirspurn hvort það yrði svoleiðis en það alveg einhverja líkur á því að það yrði til náttúrulega eftirspurn eftir löngum óverðtryggðum skuldabréfum og þá væri komið forsendu fyrir banka eins og Arion að betri forsendu þess að lána löng verðtryggð útlán þú útskýrir þetta miklu betur en ég er sammála og það ég sagði frá því hérna erindinu ég var að útskýra það er alls ekki hagsmunamál fyrir fjármálakerfið eða bankana að viðhalda verðtryggingunni og rauninni hún að valda miklum vandræðum í okkar rekstri við erum komið með mikla skekkju á milli verðtryggðra eigna og skulda og eigum erfiðleikum að verja þá stöðu og það auðvitað bara vegna þess að það hefur búið að vera mikil ásókn í verðtryggð íbúðalán Þetta algengum miskilningur að halda verðbólga sig góð fyrir banka Þið sé að græða svo mikið á því En þá velti maður fyrir sér og spurningi sem ég velti upp þarna á þessu fundi var einmitt þessu uppgjörskrafa verið að viðhalda verðtryggingunni í okkar kerfi í gegnum það hvernig við höfum sett okkar lífeyriskerfi upp og með því að ef við breytum því getum við þá kannski bara stíð þetta skref sem við verið talað svo lengi að reyna að komast úr þessari verðtryggðu krónu mér varst mjög áhugavert viðtal sem var við Agnar Tómas Möller kongin það sem hann var að tala að í
stefnu og að vinna buga verðbólgu, þá væri það að vera með 200 krónum, verðtryggða og óverðtryggða krónu, að flækja verulega fyrir okkur og það gerðist yfirleitt þannig að fyrst fyrir Seðlabankinn í það að reyna að stýra óverðtryggðu krónunni með því að hækka vextina og svo kemur verðbólgan aðeins niður og þá seinni gráðan að stýra verðtryggðu krónunni, það að segja viðhalda háu raunvaxtastigi til þess að endanlega kveða verðbólguna ekki í kútin en ná henni niður á þann stað sem við viljum fá hana og það gerir það verkum að við erum lengur kannski að ná verðstöðuleika eftir einhverja svona verðbólgu tíma. Það flækir miðlunarferli, það engin spurning en svo svona að þessu sögða þegar við tala lífeyrissjóði, ég held að reyndar að það mætti vera meiri umræða eins og var kannski því náðu að koma á stað bankakerfið, bara lífeyriskerfið og þar við reyndar, sko, við vorum aðeins svona jákvætt á þetta, við erum kannski með besta lífeyriskerfi í heimi. Við erum allavega með eitt það besta, en það gera það samt ekki verkum að við ekki að ræða hvernig við getum bætt það, því að í stórum dráttum það mjög gott, en þetta samt, þarna við sem þjóð, við falið þessum lífeyrissjóðum að fara með nánast allan sparnað landsins. En eru markaðsaðilar ekki bara lafhræddir við að gagnrýna lífeyriskerfið? Ég held að maður ekki horfa á þetta sem gagnrýni. Ég held að við höfum að horfa á þetta frekar við erum að frekar ræða þetta á svona sterkum grunni af því að bara, sko, við sem þjóð höfum bara haft á gæfu að byggja upp þetta sterka kerfi. Já, og það var engin lífeyrissjóðkerfin sem bað þessu uppgjörskröfu, þetta var svolítið tekið upp úr hatti, bara eins og verðbólgumarkmiðið virðist hafa verið tekið upp úr hatti hérna í vestari ríkjum þegar við fórum að velta fyrir okkur 2% verðbólgumarkmið í Bandaríkjunum og Evrópu og 2,5 hér. Hvaðan kemur þessi tala? Og ég held þess að við höfum að tala við aðila inn í lífeyriskerfinu, minnst freka vera eftirspurn úr kerfinu eftir umræðum kerfið heldur en öfugt. Þannig að ég held að þessi algengum misskilningur að það megi ekki tala um kerfið af því að bara forsvarsmenn sjóðan eru mjög tilbúnir í umræðu, finnst mér allavega. Frábær hugmynd hjá Marino, vel gert og takk Benni fyrir Ég var bara að kynna það. Já, hann nefnir einmitt við erum að skrifa hjá okkur, hann nefnir í erindinu að Marino hefði undanfarin 20 ár velt fyrir sér fyrirkomulega lífeyrissjóðin væri með 3,5% raunávöxtun á kröfu. Mér fannst það skemmtilegast á þessum fundi. Ég veit ekki, ég var fundastur á þessum fundi. Benni kom mér mikið vanda að ég kallaði þið dverg, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var þarna. Já, ég var í minnsti bankastjórin. Já, því ég var svo ánægður með að ég var bankastjóri, þá var ég hæsti bankastjórin og Benni svo minnsti og ég hefði svolítið gaman að því. Já, svo fór ég að tala um dvergvaxna bankakerfi á Íslandi. Það fór vel á því. Sko, aðeins til að halda áfram við, sko, frábær hugmynd, Marino og allt það, en Ólafur Sigurðsson Birtu og Gunnar í Almenna, já, þeir voru ekki, já, hrifnir af þessu þið. Ég veit ekki hvort ég myndi taka endilega undir það, svo tökum þá tvo sem dæmi. Ég ætla bara að segja, þeir segja hefði í för með sér 40% raunskeringu réttinda og pennastrik breyti ekki eftirspurn. Nei, ég held að það sé alveg rétt að pennastrik breytir ekki eftirspurn, ég held að það sé akkurat kjarni málsins. Það, og ég held að þetta sé svona gallina því að við þurfum, og þeir, sérstaklega svo þeir báðir, þeir hafa kallað eftir meiri umræðu kerfið og uppbyggingun og hvernig við eigum að hanna og bæta áfram lífeyriskerfið þannig að ef maður sko ræði við þá eða les það sem þau voru að tala um að þá held ég að sko ég sá allavega ekkert í þeirra málflutningi sem var í andstöðu við það sem við vorum að tala um þarna. Þetta er alltaf, en það þarf auðvitað bara að setjast niður og ræða málin og þetta hefur kannski ekki bara komist því miður á dagskrá. Já, nei, við Óli ræddum aðeins saman og hann sagði ég ætla ekki að fara að rífast við ekki um fjölmiðla og ég ætla að leyfa að síðast orðið í þessu en hann gat ekki mótmælt þessum punkti sem ég kom með og kannski varð aðeins til eftir þessu umræðu að verðtryggingin ekki búið til réttindi. Verðtryggðar útgreiðslur úr lífeyrissjóðum búið ekki til réttindin. Þannig að hann var að benda á það að þeim samkvæmt lögum gert að verðtryggja útgreiðslunar og það var sem hann var að ágjöra að þá myndi verða eitthvað skekkja í þessum útrýningum ef uppgjörskrafan væri ekki lengur verðtryggð. Ef við var að hækku upp í nafnkröfu en þú veist þetta er bara kostur og gallar, þetta er náttúrulega ekki alveg einfalt en það gera það samt ekki að verkum að það eigi ekki að taka umræðun og velta þessu fyrir sér og
sérstaklega í ljósi þess að vorum að tala áðan að við þessi þjóð höfum falið þessum sjóðum að fara með næstu allan sparna landsins og vextir þeir ráðast að mestu leita á markaði með frambúð eftirspurn og þá hafa náttúrulega þeir sem fara með fjármagni þeir hafa gríðarlega mikil áhrif á þetta frambúð eftirspurn eftir fjármagn og þar leiðandi vaxtastí. Já, lífeyrissjóðirnir eiga 3/4 af skuldabréfamarkaðnum skráða en það var annað í grein Jóns Helga og tillögum Framsóknarflokksins sem að voru var líka ábending á þessum fundi SFFI í nóvember og það að við í gullhúðunar sturtun okkar höfum okkur hafði tekist að innleiða regluverki í kringum uppgreiðslugjöld með meira íþyngjandi hætti og einhver neytendaverndar sjónarmiðar á bakviða en oft snúast upp í andhverfu sína sem að verða til þess að það er erfitt að finna lánveitenda sem er tilbúin að lána íbúðalán með föstum vöxtu til langstíma út af þessu einmitt, út af því að þetta var gert meira íþyngjandi og við höfum hjá okkur verið að reyna að reikna það út hvað þetta meira íþyngjandi regluverk kosti verðlækningu fyrir til 7 til 10 ára íbúðalán með föstum vöxtum og það er það mikið álag sem við þurftum að setja ofan á okkar fjármálakjör til þess tíma til þess að nokkur aðilega held ég hefði áhuga að taka þau lán. Ég held að þetta horfa á þetta svolítið því að það er mikið talað um það að það vanti langtíma óverðtri lán og bankarnir þurfa að finna út úr því. Banki á ótrúlega litla peninga í raun og veru og banki er ekki að lána sitt fé nema litlu leyti. Þetta er aðalega fé sem banki fær lánað. Þannig að til þess að banki geti lánað til langstíma óverðtryggt þá þarf banki að geta tekið lán til langstíma óverðtryggt. Þannig að þetta er ekki það verður ekki til á trjánum að það. Nei, kannski heimskori spurning, var þetta að lækka eiginfjárkröfuna eða? Það myndi samt kannski ekki hafa áhrif á þetta, en það geti gert það verkum að svona eiginfjár hlutin, getur sagt vaxtamunu geti öðru óbreyttum lækkað með þessu, en það myndi ekki hafa mikil áhrif á tímalengdina. Nei. Eitt sem er langar að taka sem við reddum aðeins, annað að við getum aðeins tekla á stóruðna, er íslenska krónan góða. Síðast þegar Benedikt kom til okkar að tala að gefa krónni smá tíma og gafst góð rök fyrir því og fekk mikla skammir fyrir samfélagsmiðlum. Heiða Guðjóns var hjá okkur daginn og sagðist að hlusta á viðtali við þig og var svona sáttur og það kom honum ekkert á óvart að bankastjóri skuli verja íslensku krónuna því hún veitir bönkunum staðavörn. Það dregur líkum á erlendir aðeila komin á markaðin. Er Heiðar að fara með fleipur hann? Já, ég held að ég hugsa að við myndum alveg spjara okkur líka í evrunni en það er erfiðara að starfa í evru með sér íslenskar álögur, gullhúðun og hærri einfjárkröfur og ég er ekki vissum að Landsbanki myndi ná mikill arðsemi samfélagsbankin í því umhverfi og þannig að þetta er svolítið kjarni málsins, það er pínu ósanngjarnt að segja að vaxtamunur í Íslandi sé þetta og þetta mikill og bera saman eplu og appelsínur af því að umhverfi hérna er allt annað. Það eru bara mjög miklar dýrar kröfur sem settar eru aukalega hérna. En ef Arion væri evrósku banki, hvað þyrfti eigið fyrir að vera mikið minna? Það verður svona helmikið minna og meira sér rúmlega við vorum með það á aðalfundunum okkar að við erum til dæmis með 77% meira eigið fyrir bundi okkar ekstra heldur en DNB sem er þó svona frekar íhaldsamlega fjármagnaður, það er að segja með hærri einfjárkröfur heldur en sænsku bankarnir en ef við förum til SEB þá minnir að það veri 144% meira eigið fyrir hjá okkur, þannig að það er eðlilegt að þú veist, fólki finnst þessar tölur þegar bankarnir er að skila afkomu vera háar, en það er auðvitað falla því að það er bara miklu meira eigið fyrir bundið þessu og það gleymist líka og við sýndum þann útrenning að það EIF sem við erum með við erum ástæða, við erum að borga okkar viðskiptavinum á bestu óbundnum sparireikningum bara svipað vexti og við fáum af reikningunum okkar í Seðlabankanum og bara að því að ég nefndi þessu tölu áður 759 milljarðar voru bundnir í þessum 3 kerfislega mikilvæga bönkum síðustu áramót og bara vextinni sem hefðu fengist á viðskiptareikningum í Seðlabankanum voru 68 milljarðar
en bankandi skiluðu 88 miljónum þannig að 20 milljarðar koma þá út úr aldrei hinnist En ef við tókum það, hvað það 750 milljarðar 759 og við gefum okkur segjum að þessi 10% arðsemi eigi fjóra, það nú kannski eitthvað aðeins herra að þá þýðir það og eigi fyrir tvöfalt og mikið þá þýðir það að þetta sé í kringum 40 milljarðar sem vaxtakostnaður ef við séum þessi allt heimili sem vaxtakostnaður heimila sé herri en ella út af háum eigifjökrum með við útlönd Leifur, ég held að þurfum að skipta örgum okkur út fyrir Marino sko. Ráðan í fast Það eru 3-4 milljarðar á mánuði það eru 100 milljónir á dag Sko, til að við getum alveg keppt ef við fengjum sama keppnisvöld Já, einmitt, sama keppnisvöld og bara tóðar genum að Noregur og hvað þá Svíþjóð þá getum við alveg keppt á í annari mynd Talandi kemíverð 15% afsláttu með konum Kat hjá Sjöstrand Sústrand eða hvað það Sjöstrand Það styttist í nýja bragðið Stay tuned Kæra hlustandi, getur þú gískað á næstu bragðtegund hjá Sjöstrand Það væri stórt Ég væri til í eitthvað ítalst, eitthvað sterkan Já, sko, málum með Sjöstrand er að þeir eru auðvitað með kaffivélarnar forlátu en svo er þeir líka með náttúrulega frábæra lausn fyrir fyrirtæki Rétt og mæti þá bara og Gunnar mætir og fyllir á þetta fyrir ykkur það er nú meiri höfðingin Tekur 360 gráða byrstir alltaf til dagur er alltaf aðeins betur þegar ég sé Gunnar koma með og fylla á kaffibröðinu og það er alltaf einmitt bara sér hylla með bara alls konar bröðum af Sjöstrand hvert þau eru betra ég veit líka þetta er lífrænt, ég veit þetta er næs þannig að mér þykir voðalega vænt Sjöstrand Já, þú tekit einn það Payday, gamlir og nýjir vinir vissið þú að með Payday þetta er þetta í alvörinu vissi ég ekki sá þetta á Instagram síðan þeir í dag vissið þú að með Payday, að því við erum múin að Payday síðan á 2022 vissið þú að með Payday getur þú sett upp vísitölu tengda áskriftarreikninga og stofna kröfu sjálfvirt sparaða tíma og einfaldaða rekstur með Payday basically bara ert að leiða út íbúðuna þína, ert að leiða út bílskúrðin settu vísitölu tengingu og sjálfvirka millifest eða sjálfvirka greiðsl þetta er þetta bara þvæla útskýra fyrir aðlunum sem er að greiða kröfuna ég var aðeins að hækka einmitt að því að hún vísitalan frá því fyrir 6 mánuðum er aðeins búin að hækka þannig að við séum að halda yfir verðbólgun erum við að fara að taka þessu umræði í stæði fyrir að láta bara sjálfvirt einmitt og þetta er tvennt sko í fyrsta lagi er náttúrulega bara lætur við Payday senda reikningana sjálfvirt fyrir þig og í öðru lagi er það vísitölu tengja á líka þetta er bara þvæla sko þetta er bara einu viti og nei, þetta er ekki þvæla, þetta er bara Payday doing their job sko lengjan, eins og við töluðum í síðasta þætti, já, Pottur stefnir í 200 milljónum helgina Benni Gísla var náttúrulega með okkur inn í kvöld og hann var svona alveg brotinn og maður þurfti alveg að knúsa hann þegar hann mætti, náttúrulega nýbúin að tapa á móti PSG og Newcastle og þetta er búið erfitt og mikið talað að þetta er búið að skrýta tímabili kemur ekkert á óvart ef hann hefði verið að tippa lengir á þessar leiki sko já vonandi bara ekki að Liverpool því að það er einhvern veginn sorglegt að sjá hvernig en samt hefði það bara verið að stiða baki á íslensku íþróttalífi það má aldrei gleyma því sko já, en mér er gott sem lengi að segja sko, Potter stefnir í 200 milljónum helgina það gerir þá 200 miljón ástæður til að tippa já. Kontakt fyrirtækjaráðgjöf þeir eru hluti af M&A Worldwide Mergers and Acquisitions ert að pæla að kaupa fyrirtæki langaði að selja fyrirtæki viltu fara samin að fyrirtæki það er kontakt mennir í dag hefur nú gott að ég leita á náður kontakt wow, segðu ég veit að til dæmis Arjón Banki það er margt sem þeir getur lært að okkar mönnum í kontakt jú, fín fyrirtækjar og gefið Arjón þeir standa sér vel, en kontakt ég spurði kontakt, hvað finnst þér Arjón? Jú, flottir en ekki breyki okkur sögur sko það eru 2 embættismenn sem er svona að slá í gegn þess að dagana, það eru Donald Trump og svo er að Daði Már fjármálaráðherra sko hann sagði sömuleiðis í viðtali eigum við að gefa krónu meiri tíma eru ekki nóg að hafa fylgst með krónu síðustu 100 árin eða vill Benni kannski 100 ári viðbót Já, sko síðustu 15 ár hefur krónan verið stöður í gjaldmiðl og sterkari heldur en evran ég heyrði ágætt viðtali Ragnar Árnason þar sem að fór yfir þessa staðreynd þannig að hún og eins og hann bent á hún hefur reynst okkur vel í okkar efnahagssveiflum sem aðlögunartól til þess að tryggja vinnum hvað maður segja fulla atvinnu eða góða atvinnu
meiri segja á hérna í niðursöflu og síðan hérna reynst okkur ágætlega á uppleiðinni en svo eigum við það auðvitað til að fara aðeins og geist og En ekki bara kostur og galla við krónuna í Jú, sjálfum sko bara. jú. Já, sko talandi synda að mista þessum SFF-fundi í nóvember þegar við fengum mikið sent út af því sko, Marino að kukka þarna pallbárunni þarna sko En þetta er á netinu, þið getur séð hérna, Já. þetta er ekki ennþá erindi þitt Benni, þetta er Ég held að- þetta sé nú þetta besta sem ég sé frá þér. Já, þú peppaði mig sem ekki með að kalla mig dverg. Þetta standa sig Sko, þar sagði Marino við þingmann Viðreisnar að ljóst væri að evran ein og sér dugi ekki til að ná fram evróskum vöxtum í ljósi Íslands álagsins, við erum aðeins búin að tala um í kvöld sko, hvað finnst ykkur báðum svar Þorbjargar að hún vilji ekki lækka álögur á bankana nema að sé búið að gulltryggja nægilegt traust ríki til bankana Benni, hvað á hún við með þessu? Ég veit að sko það hafi auðvitað verið uppi hérna, fullinningar að til dæmis lækkun bankaskatts hafi ekki skilað sér til neytenda. Það er bara rámt, það er búið að sína fram á það með hérna, gögnum og SFF byrti nýlega grein þar sem að það fari bara ítalið yfir það og það er annað sem að við auðvitað bentum á líka aðalfundunum okkar og kemur fram í þessar grein að í dag á bara síðustu, hvað, var þetta 3 árum þá hefur vaxtamunur íslenska bankakerfisins dreigið saman 130 púnta en hann hefur verið að vaxa við hvar annar staðar þannig að hérna en ég held í hennar orðum felist þetta vantraust sem að hefur verið ríkt gagnvart fjármálafyrirtækjum og það er auðvitað eins og ég hef oft nefnt í viðtölum hérna, þú ávinnur er traust og hérna og við höfum kannski ekki útskýrt þetta nægilega vel hvað í rauninni hérna hvað maður að segja hagræðing bankana, fækkun útibúa tæknilausnir sem að hafa auðvitað stuðlað þessar hagræðingu hafa skilað sér til neytenda og svo bara er mjög góð og öflug samkeppni á markanum og hún birtist í því að það er bæði samkeppni á innlánamarkaði og útlánamarkaði og þess vegna er vaxtamunur að draga saman en þegar fólk sér tölurnar afkomutölunar þá auðvitað skekkir það mjög myndina hvað er mikið eigið fé bundið í bönkunum og það er vaxtamunurinn af eigið fé sem er einhverjum að halda uppi þessum vaxtatökjum. Það er ekki vaxtamunurinn af milli eigna og skulda hliðarinnar. Því eigið fé auðvitað ber ekki vexti. Nei, einmitt. En ég held að svari sé nú bara fyrst og fremst eins og það segir bendið bara samkeppni. Já. Veist að þú opinberi á að leggja áherslu á umhverfi sem byggir undir samkeppni. Já. Þú gulltryggir ekkit fyrirfram að eitthvað gerist ekki nema bara með samkeppni er kraftur sem virkar Já, mælingar hreyfileika að sína bara að það er mjög virk samkeppni Já, samkeppni Já, samkeppnin Fögnum henni. Já, hún er þráðurinn hérna í kvöld Fallegt orð Já, eins og viðskiptavinur það var viðskiptavinur hjá okkur sem kom til mín og sagði hefur spáðið þetta orð viðskiptavinur, þetta er mjög fallegt orð Mjög fallegt orð. þú voru að nota þetta oftar Einmitt eins og Trump sagði Vinur í tollar viðskiptum. væri fallegt orð þá er þetta raunverulega ekki á íslensku mjög hart orð Strákar, það er komið að sögustund Já, og ég er búin að vera spenntur fyrir þessum lið já, fengum þetta aðsend Já, fengum eitthvað aðsend lögust aðeins og stúna það var lögust í rannsóknarvinnu kannski byrjum á því Marino sko, ef ég fæ að setja grunninn hérna, leggja grunninn þegar þú plataði samstarfsmannin til þess að hringi í dýragarðin í London eða lest tengja þjóðvarnarkerfinin á bremsuljósin Já, ég var að vona Bílflötuna Já, ég var að vona til freka að spyrja okkur Benni væri kallaði stóri stjóri en Það kemur þú að skamma það býttu bara Já, hérna nei, einu sinni sko einu sem var maður yngri og svona ég allavega held maður hafi verið skemmtleri Já. að hérna, svo ég reyndar áttaði mig á því sko mér er alltaf þótt ég vera bara ungur því að allstað sem ég hef unnið þá hefur maður bara verið með þeim yngri svo þegar maður fór út úr bankakerfinu og fór að starfa í hérna svona litlu ráðgjafafyrirtæki mér fannst þetta eiginlega vera svoleiðis að ég fór út að heiman sem ungur svo kom ég heim bara gamall það er ótrúlega munur að vera bara allt í náttúrulega bara elstur í hóp þó að ég er bara 1 ára eldri heldur en allir samstarfsfélagi minn en svo erum við með yngri kollega með okkur Já. en það er ótrúlega munur þarna á þessu en varandi hérna þarna var þegar þessi dæmi sem er að taka þarna þá var maður svona kannski í yngri kantinum og hérna maður tekur þetta kannski svona styttri saga eins og
með dýragarðin, ég hef svolítið gaman að því á þess að kannski nafngreina viðkomandi en er í ábyrgðarstöðu í dag að Hvar? Starfsmaður frá okkur. starfsmaður hjá Benna Það er svo flestir þessir starfsmenn sem hafa verið lengi í Arion eiga einhverja sögu af vinnustaðarhekk sem að Maran hefur komið að og oft instigarað og skipulagt. Við gerum einu svona eitt saman, mástu. Já, rétt, alveg rétt. Veiðuhúsi. Alveg rétt, já. Að Það var reynda mjög, við þurfum eiginlega að fara yfir þá sögu líka. Við erum að skrifa allt hjá okkur. Og en þá var það svoleiðis, það var þessi samstarfsfélagi. Honum þótti svolítið gaman þegar það voru svona erlendi blaðamenn að hringja hann. Og og ég sagði eitthvað tíma þegar kom að skrifa undir svona opnu vinnurými að það hafi blaðamenn frá Financial Times verið að hringja hann. Og hann bara, já, ok, tókst ekki niður nafn og númer. Ég náttúrulega gerði það ekki. Þannig að hann lét mig lofa að þú veist bara, næst þegar myndi hringja aftur þá yrði ég að taka niður nafn og númer. Svo svona viku seinna því að þetta náttúrulega að gera eitthvað svolítið sniðugt, þú ætlar að gefa góðan tími. Svo viku seinna þá sagði ég aftur við hann að þessi blaðamaður hafði aftur hringt og hann sagði, já, tókst ekki niður örugglega nafn og númer. Ég bara, nei, veist ég er ekki ritarinn þinn, það er ekki mitt hlutverk. Hann var alveg brjálaður og lét mig lofa bara að ef hann myndi hringja aftur og þá myndi hringi í hann og hann myndi koma strax og hringi í blaðamanninn. Svo nokkrum dögum seinna þá hringdi ég hann og sagði að blaðamaður hann að hringja og ég teki niður nafn og númer. Hann kom hlaupandi í tölvunum sína og ég sendi honum tölvupost og tölvupósturinn var hann alltaf bara nafnið og blaðamannur C.Lion og hann hringdi í dýragarðinn í London og kynnti sig á ensku og starfstitil og svona og svo bara is Mr. Lion available svo kom bara eitthvað svona skrítið bara og hann var að skera málsagt betur bara no Mr. C.Lion svo bara yes, no, ok svo horfði hann svona upp í loftið og sagði, þetta var skrítið kallinn á skiptiborðinu var ógeðslega fúll mig og sagði að blaðamaðurinn hafi verið sofandi Já, ég held ég verð að segja stuttútgáfuna af hinnis stóru vinnustaðarhekks sögunni þegar hann ákveður að tengja bílflötu vinnufélagsins. Nei, ég pantaði þjóðvarnarflötu. Já, þetta var þjóðvarnarflötu og tengdi það við bremsubúnaðinn. Nema sko fyrir algjöra tilviljun þá er þessi vinnufélagans algjörlega og grunnlaus þennan hrekk hnippir í Maran og segja, heyrðu, ég þarf að þetta er golfbíll, ég þarf að skjótast upp í Heklu til þess að ná eitthvað sem ég var að panta, ertu til að koma með mér? Og þetta er náttúrulega ekki stutt, þetta er ekki löngleið frá úr Borgatunnu og Laugaveginn efri. Alltaf þegar það ítir á bremsuna, þá náttúrulega fer þjóðvarnarflötu. Þannig að hann verður vitni að því, það var svo stuttur ferðalagi, hvernig hann æsist allur yfir þessu og kemur í Heklu alveg brjálaður yfir því hvað bíllinn hvernig hann láti en starfsmenn Heklu voru fljótir að finna út úr þessu, var ekki? Jú, og sá sem setti, tengdi þetta fyrir okkur. Já. Hann sagði þetta var synda og fatt ekki, hann færi bara beint upp í Heklu því hann hringdi í þá og fengið þess að tengið inn á stefniljósið. Þannig að við alltaf Heklu. Já. En það er rétt, þú varst að rifja upp eitt trekk sem við gerum í veiðhúsið, það var í miður COVID, það var reyndar ekki samkomu takmarkanir sem betur búin að gleyma þessu orði. Þetta voru svona fyrstu hópsmitin voru að koma, var þetta ekki þá? Jú, og þá er þá förum við í það að hrekkja félag okkar sem var þá farin að hátta með því að hringja og nota eitthvað búnað sem það sem þú gast látið lítið út eins og var að hringja og tiltekna númeri nema þetta var númer landlæknis nema þegar þessi góði maður vaknaði morgunni eftir þá kemur hann í herbergið til mín í stresskasti ert þú búin að hafa símtal á landlækni? Ætlum við séu komið COVID-smitt þetta? Hringdi mig kl. 4 í nótt Já, þetta er mjög erfitt haldið með hlátunum Svo kom við morgumat og var hann að bíða eftir því að geta hringt í landlækni Já, við leiðum þessum rekka lifa aðeins inn í dag leiði okkur komin í eldhús þá vildi hann ekki koma nálægt neinum að því hann vildi ekki smita Nei Já, þá vindum við okkur í næsta kvæði Sko, Benedikt, þessi til þín hefurðu lent í því að senda tölvupóst á alla starfsmenn fyrirtækis sem þú eru unnið á sem átti jafnvel ekki að fara á alla starfsmenn fyrirtækisins Já, ég hef lent í því þú er greinlega góðan heimildamann það gerist nú bara öðrum vinnudegi mínum á hennu frjálsa vinnumarkaði nýútskrifaður úr háskólanum en ég hafði einhvern veginn slegið vittlust inn
og fór í að fjárfestingabankin allir og á þess að fara í efni póstins og það átti hann ekkert erindi við allan bankan og þetta gerist á föstudegi held ég og á mánudegi átti ég að vera annar tækja frumælanda á morgunfundi bankans fyrir framar allt starfsfólkið og það var erfitt en áður var auðvitað útsending fjöldaposts til allra starfsmanna með þessu efni fordæmdur og ég þurfti að hafa mig alla við bara fara í gegnum kynninguna og halda andlitinu en sem betur fer kláraði það og ég veit ekki ef þetta hefði gert seinna það hefði kannski viðverðin mín hafði ekkert verið mjög löng en Hvað varstu fljótur átt á því og íttir á send all? Það var einhver af þeim sem fekk á postin sem átti ekki á hann sem bara spurði, stóði upp og svo hvað er þetta að senda þetta var mjög vond byrjun á starfsferli mínu sem bankamaður Talandum slæma byrjun á starfsferli sem bankamaður Ég held ég á hann samt benna þetta eftir hann kom síðast off-air en ég get alveg sagt þess að sögu því að ég hef nú bara gaman að sjálfu mér og svona en ég ætla að reyna að hafa þetta eins fljótt og ég geta því að við erum aukaleikarar hérna, þeir eru aðleikararnir en ég var nýbúin að vera í útibúin í Arjabanka og mannur hringir í mig og segir heyrðu, Benni vill endilega fá þig í starf og ég bara, vá, geðveikt Benni vill fá mig í starf Ertu ekki að grínast, ég held kannski ég myndi fá mögulega eitthvað á aðra hæðina eða eitthvað, en bara Benni sjálfur vildi fá mig ég bara, ok, veistla og svo heyri ég ekkert meira nema svo hringir Benni í mig og bara, þetta Benni já, mér langar ótrúlega að fá því starf þú veist, út og standaði frábærlega og ég bara, wow, Benni bara hringi nema svo heyri ég ekkert meira og hann segir bara, ég bara búin að læna starfi fyrir þig og þetta bara allt klárt og svo heyri ég ekkert, svo líður svona 1 vika og ég sendi náttúrulega post á mannuð með Benna, Benedikt Gíslason í CSC og segi, Benni ætlaði að ráða mig vinnu, ég hef ekkert heyrt frá honum í 1 viku og hún bara hringir við mannustjórn og segir leggur það í vana en að setja bankastjórn í CSC á öllum póstunum þínum ég bara nei, ég er búin að vera að tala við hann og hún bara ok, ég ætla að tjekka á þessu svo fæði síndar svona klukktíma setna þú varst að tala við Benna í þjónustuverinu ég maður eftir að gera post þannig já, er þetta hlæðið þessi í dag? Það sé gott Já, talandum að byrja vel Já, einmitt en við erum að tala að enda vel núna þegar við erum að detta í rittarspurningarnar sem jafnframt senasti liðið þáttarins Já En á undan honum, kannski eldsnögt þá það kalda karið Já, ég í kalda light, sáu góðum maður Já, hann rennur ljúflega niður og maður vaknar fesku daginn eftir líka Já, það svoleiðis Hann góður Kalda karið, sko Já, þarna var skellt ykkur í það kalt eðli málsins samkvæmt Já, farið í kaldapottin í laugin eða? Nei Ég rosa erfitt með það ég hef ekki vannast í En sánan? Já, miklu Mikill sánakall Já, mikill sána, mikill pott Ég svo pottakall Já, þá skrúa ég niður hitastíð Fasteign keypt 2007 á 55 milljónir króna með 30 milljónir króna láni frá Arjón Engar afborganir greiddar í 8 til 9 ár 2009 til 2017 En samt búið í húsinu allan tíman húsið fyrir á nauðungarsölu og verður eign bankans þrátt fyrir að ráðherrann og makinn kaupi eignina tilbaka í lok 2019 á sömu 55 milljónum markaðsverðið þá 85 til 90 milljónir en í dag 130 til 140 útskýra takk En ég ætla að segja að það var ekki náðu salum fara með þetta aftur Já, ég held að það sé best að tjá sig bara sem minnst þetta, en ég syns þetta hafi verið bara ágætis viðskipti Já, þetta var hörku viðskipti, það verður ekki aðeins tekið Marino, þetta hlýtur að vera svona leiðin innan fasteignamarkaðinn ég ætla að stekka við og svona Já, ég er svo sem bara sá einhverja fyrirsögnum þetta, ég las þetta ekki ég nefndi ekki að lesa þessa frétt Nei En ef við höldum áfram í kaldakarinu Marino, byrjum á þér mátt velja 2 einstaklinga lífs eða liðna til þess að taka kaldan pott með það má vera heitupottur en þú verður að vera með kalda Ég myndi að vera gaman þetta Marx Já, og svo kannski Sókrates Já, laglegt Við höfum ekki fengið þetta svar áður Já, mjög voldust Já, Benni, ert þú í Djúpur og Marino? Í nafnagiftum? Já, hvaða 2 einstaklinga myndir þú velja? Nei, ég er svona
Jó, Max dálítið öflugt. Það bara komið með okkur í bótinn. Já. En Mat kannski. Já, Hvern? Mad Max. Mad Max, já. það sjálfsögðu auðvitað. Já, lesið. Sko, fyrst við erum nú með þá, ánum fyrir með rittarspurningarnir. Ég veit að við þurfum að fara að keyra hana þátt í gang, þetta er búið að vera veisla. Já. Sko, ég ætla að byrja bara fyrst í rittarspurningarnir. Við erum alltaf með fyrir makkstjóra Kviku, við erum með Benna hérna, tölum Íslabak á hann. Þeir eru augljóslega mjög góði félagar, þetta er búið að vera veisla. Sko, byrjum á þér, Marino, af hverju vildur ekki sameinast Benna? Arjón X Kvika. Ég hef nú aldrei sagt það, ég held að það alveg geta verið góð hugmynd. Já. Einmitt. Kom það aldrei á tal? Já, það voru nú kannski aldrei á eitthvað alvöru tal, sko. Nei. Er það kannski Benna? Við erum ekki sættast að stelpa hann á ballinu grunlega. Nei. Það vil ekki vera með okkur. það bara annar hringir ekki og hinn sagði bara nei. Já, ok. Nei, en það var samt alveg, ef við hugsum eins og bara vörður í Arjón og svo Kvika TM, það er bara svolítið flókið. Já. Það var alveg, já. Það er bara ákveðið flækist í því. Já, klart. Já, árum fyrir mittana eitt til viðbútt kannski. Gefa sjátt. Já, hrósa Marino fyrir það sem vel er gert. Það verður líka að gera það, er ekki bara hægt að rakka með niður í þessum þætti. Marino veit aldrei síðan það. Já, stofnaði nýtt endurmenntunarnámskeið sem snýr eignastýringu og fjárfestingum. Og þetta er talfest ódýrara en það sem að fyrir var, eða hvað? Já, þetta var nú bara svona gert til gamans að Ertu að fara inn í samkeppni við ríkið? Nei, það er bara ég var nú á sínum tíma alltaf að kenna upp í háskóla, ég hef kennt alveg í 15-20 ár og svo þegar maður hætti í bankakerfinu og svo var sett þessi endurmenntuna krafa fyrir aðeila sem eru með verðbréfamiðlunarprófið og prófið verðbréfaviðskiptum og ég tók mér bara til og mér fannst þetta ágætt hugmynd að líka bara til að kenna þrjú börn, tvo úlinga að kenna þeim bara aðeins hvernig rekstur virkar. Já. Þannig að ég fekk þau til þess að setja upp heimasíðu og sjá svona samskipti við aðila sem vildu svona kaupa námskeið og bara verðleggja það mjög ódýrt. Kannski engin sérstök ástæða til þess að það snýrist ekki um að fá ykkur að tekjur að þessu, heldur frekar kannski að kenna krökkunum hvernig rekstur virkar. Einmitt. Og þetta hafði töluverið áhrif að eins og þegar þau voru að tala þegar þau voru til þess að senda tölvupóst út voru kvart yfir því að talvan sem þau voru með var léleg og ég sagði ekkert mál, þið meði bara taka þá, þetta kostar þá eins og x mörg námskeiðsgjöld, kannski 20 aðilar námskeiðsgjöld 20 aðila að kaupa nýja tölvu og þið meði alveg nota það í það því að þau fá bara peningin en þá fannst þeim allt í lagi að nota gömlu tölvuna þannig að ég held að það var svona hugsunum bakvið að bara kenna krökkum hvernig bara verðmæti vera til að það er að hafa fyrir þeim. Já, mikið hrós, bara vel gert. Já, vel, eru konur margir á sköndur. Nú var verið að gefa eitthvað frest, er það ekki, að klára þessi námskeið? Þetta er eitthvað, þetta er svona eitthvað pluss mínus 100 sem eru búin að taka námskeiðir. Ég skal viðurkenna það, þegar ég kláraði verðbréfsréttinn, ég fekk ekki memo eða þetta væri okkur 5 ára fresti. Það var heldur ekki þannig þegar þú kláraði það? Nei, ég tek það með bros og vörum með Marino. Treysti að hann hleyp mér í gegn. Já, það er alltaf veit. Þá eru við komin að rittarspurningunum og fyrsta spurningin, já, það má alveg koma svo orðið að hún sé frá Marino eftir það sem undan hefur gengið. Já, hann viðurkenndi það í láðan. Af hverju ertu stundum kallaður stóri stjóri og stundum litli stjóri? Góð spurning, Marino. Já, ég veit ekki alveg hvað, ég fór að grínast með það því að sko, þú veist, það er einhver tíman var verið að svona gantast í mínum vinahópum með það hver væri Big Boss og Big Boss sko stýrði prógraminu kvöldið og fengið ráða tónlistin og svona svo vorum við vorum ekkert að ferða saman og við vorum að gantast með þetta og þá fór ég að velta fyrir mér á íslensku er þetta ekki bara stóri stjóri og þá var þetta eitthvað þema Svo bara fyndið að hann sagði ég er stóri stjóri, ég fæst þetta tónlistinni. Já, kannski eina benna aðeins að grilla hann, hann er búlari og Fárveik og búlari, erfið vika ef þér, með Champions League og Carabao. Já, ég náttúrulega sko, ég reyndar var á Anfield þar síðustu helgi þar sem að við vorum 1-0 undir á múti Southampton í hálfleik og
og við sáum þannig 3 skiptingar, ég held reyndar að núna sér þið tekin út af í hálfleik en Klopp, Slott var hann var nægilega klókur til að halda honum inn á til að hann skora jöfnumarkið en þá sá maður auðvitað að fyrsta varnalína þetta stóri titillinn en það var samt frábært að sjá sko þó að hann hafi spilað fleiri leikmönnum og nýtt á meira í Southampton-leiknum heldur en örugglega ætlaði sér hvað Liverpool gaf rosalega í þennan PSG-leik og ég sé náttúrulega ekki hlutlaus þá þetta sennilega einna skemmtilegri fótboltaleikjum allavega þetta tímabilið var í Evrópu frábær leikur og þá fer maður bara eftir þann leik og síðan þá átti maður eiginlega vona því að þetta er erfitt á móti Newcastle en núna það bara almálið að klára þetta tímabil og við vorum ekki saman þegar Liverpool vann síðast í veiði Jú, ætli það ekki Jú, það var á miður COVID-tímabili og við komum við lagsveða stjórnumertu titill og Marino sá það, þá gat ég fagnað vel Ég held að sjá hvað hann er jákvæðis að núna með þessi 2 töp Þetta er hræðilegt Ég held að þeir líði ekkit vel nefnir líði illa Það er kenning Já, hann hefði alltaf brátt að setja úlingarliði inn á mútið Southampton Hvíleikur mútið PSG Já, en samt það skipti þetta máli að fá 3 stig úr þeim leik Já, mögulega og það var þó að hann hefði þurft að spila leikmenn sem hann alltaf kvíla þá voru það kannski mikilvægari stig inn í end heldur en ykkur aðleikir Þetta er bara ástæðan fyrir íþróttur eru skemmtilegar það er vinsalasta sjónvarpsefni í heimi það er ekki búið að skrifa handriti það getur í sjálfsög allt gerst Já, það er rétt Svo var það búlan, það er 3. dagur í dag og ég ætla ekki að ljúga klukkan er kortir yfir 1 núna ég er líklega ekki að fyrir 3. styrfbúðu núna en málið er að hjá mér eru allir dagar búludagar Já, ég er svona sko, mér finnst voða gott að kíkja helgar, fara í tvöfalda niður í bæ bara tvöfalda, ég er baki vestlokal sko. með auka gumsi og brauð á milli það er svakalega gott að það sem hún gerir sko er ekki trygg og kannan Jú Elst það að virta það Já, ég fer alltaf baki vestlú Já, en í öllu falli sko, það sem er svo gott að fara í tvöfalda með auka gumsi, brauð á milli er að þá getur þú farið sett súra gúrkur, alls konar góðgæti og sósur það kostar ekkert aukulega Nei, þú veist hvað ég er mikið fyrir að hlaða hún á þetta það er alveg rétt Svo er það David Jones menn þetta leynitrix í svefnherberginu Jú. Ég veit nokkra sem er alltaf með döðlurreiðum höndum í skrifborðsskúffunni sem hafa líka bara staðið sem betur eftir að byrja með David Jones Já, og ég hef heyrt líka því, sko, menn hafa lent í vandræðum af því að ég veit að það eru margir sem er að blanda lakrísnum við strawberry milkshake Búin að heyra því en þeir hafa þurft að hætta að borða í vinnunni og ákveðnu stöðu vegna þess að það er bara, hann fyrir bara í fulla viðreist hann ríkur í handbremsu, sko, hann ríkur upp í handbremsu og þú vilt ekkit lendi því hvar sem er endilega en gott að geima þetta í náttborðskúfunni, sko allt klárt David Jones, mælu með Subway, sko málið er að hita eða rista ég fór að pæla í einum daginn ég fór þarna fyrir 2 eða 3 dögum síðan fór í Hamraborgina sem er dálítið minn staður sko ég er að pæla í sko næst hvort ég eigi bara hita og rista Rista? Já bara hita eða rista? Rista, takk frumherji allir með 3 í endast að drífa sig í skoðun fara bara í túnfiskbátin og láta hristan takk hitta, nei, hrista takk hrista frumherji allir með 3 í endast að drífa sig í skoðun og ég meina það er að koma apríl allir með 4 líka að drífa sig í skoðun og bara ángríns kannski hafa ekki verið að segja þetta en þetta er líka besta kaffihúslandsins bara fá greitt bolla þarna og ræði við mennina og farið við stöðuna Bóttið er ekki bara með sjöstrand á það gæti nefnilega alveg verið sko, allavega smakkast að þannig sko. Svo er risatilkynning Kemi Er glussasprengjan ennþá við lífi? Já, en svo erum við nýtt sko. Vilt þú fara út að borða og fá flug fyrir 2 eða annarkvort allir þeir sem vesla fyrir aðeins 5.000 krónur eða meira á vefsíðu kemi.is fara sjálfkrafi pottin leikurinn byrjaði 1. mars halló, við vorum að fá memóðu núna ég dældi inn í dag sko, kefti fyrir eitthvað 700 skall
leikurinn stendur til 31. mars og dreigið er 4. apríl basically á versla fyrir meira en 5.000 kall á kemi.is þá getur unnið ferð fyrir 2 til útlanda Og það kannski má líka nefna það að þið getið fengið 10% afslátt með konum Kat Glussi Glussi Já, glussi, 3 glussi og síðast en alls ekki síst það eru bónusmenn það allt svo ódýrt í bónus Sástu hvað þeir gerðu? Þeir bröðu upp á ný sem ég held að væri ekki hægt sko Hvað var það, 30% afsláttur á Akureyri? 30% afsláttur á Akureyri Þetta varð allt bil Það sturlaðist allt það var svo mikið öngþviti það var ekki þverfóta inn í versluninni Mér fannst það eiginlega áhugaverðast við að það væri einhver frétt að bónus verið með ódýr verð sko. Mér fannst það svona aðalega sem ég hjó eftir sko. Já, nei sko, það eru þetta fréttnefnt þegar bónus veitir afslátt Já, það er enda frétt fyrir sig sko. Að þegar framleiðin er bara nánast engin Já, og þeir ætla að gefa afslátt á því Já, sko. þá spyrir maður sér, býtu, wow Þeir eru bara að gefa matinn basically verið að gefa matinn sko. Til ekki að begja Páll Pálsson, fasteinasali sá mikli meistari Já. Hann spyr hvað þarf að gera svo hægt sé að tryggja lága vexti á húsnæðislánu til lengri tíma þurfa að búið til nýtt kerfi aðeins múin ræða þetta í kvöld Já, ég held að taka umræðan uppgjörskröfuna og bara já, lífeyriskerfið okkar sem er orðið gríðastórt og getur þjónað góðu hlutverki við að búa til lengri tíma fjármögnun því að skuldbindingarnir eru auðvitað mjög langar. Já. Er ekki með þessi bara risk fyrir ykkur að vera að festa vexti bara þó að það sé bara til 3 eða 5 ára? Fyrir bankana? Já. Jú, ég meina megin stofn fjármögnunar banka eru einmitt illán sem eru bara hreyfanleg og stutt. Svo eru bankar að gefa út einhver sértryggð skuldabröf en þau eru ekki til mjög langs tíma og þau eru náttúrulega ekki uppgræðanleg heldur. Þetta bara ástæðan fyrir því að hverju íbúðalánasjóður er 650 milljarða í mínus. Já. Það er út af munum á líftíma eigna og skuldbindingar. Já. Þannig að bara banki getur ekki lift sér að haga sér svona. Klárt. En þú veist, hvað þarf að gera til þess að sé hægt? Þú veist, minnka gullhúðun. Slaka á gullhúðunar. Hætta reka ríkissjóð í mínus. Hækka laun meira heldur en hagkerfið ræður við. Þetta er bara sambland af bara alls konar hlutum, bara haga sér skynsamlega. Sko erum við þá sammála einu rittara sem spyrir að þið mætti breyta einu atriði í íslenska fjármálakerfinu með einu pennastriki. Hvað er það? Er það ekki gullhúðunin eða? Strika raun út. Nei, Maður myndi að segja það. Það er það sem er. Ég held að gullhúðunin sé mikilvægari. Já, ég er sammála því. Já, þessi góð frá hlustanda, hvaða bók ættu allir að lesa fjármál? Ég myndi segja, sko, ég var reyndar mjög seint á mínum ferli í bankabransanum, þá var mér bent á bók sem er gömul og ég voni ég ber þetta rétt fram Renaissance of Stock Operator þetta er nú það ekki sem er sko skrifið 1910, 12 eða eitthvað Já. Og í allt öðru umhverfi en fjallar sko já, hvernig þú nálgast fjárfestingar, hvernig þú metur fjárfestingar og svona raunasögu þessa aðila á svona kaupbröðstöfum verðbréfamarkaðar í Bandaríkjunum og fyrir þá kreppuna miklu maður rétt síðan myndi ég nú örugglega tala eitthvað af bókunum hans hvað heitir hún aðalæfisagan hans í Berkshire Hathaway Já, hann Buffett Já, Buffett já. Það Er ekki American Capitalist eða hvað heitir manni hvað heitir bréfin hans líka en ég myndi segja þetta bara þetta sé kannski ég hvort það sé mér finnst allavega svona bara besta viðskiptabók sem ég hef lesið er gömul bók sem var skrifuð á Akureyri upp á 1900 sem Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri þýddi og bara lítið hver tekur hálftíma klukkutíma að lesa hana heitir ef ég man rétt heilræði handa ungum mönnum í viðskiptum heitir eitthvað og þetta er bara pínlítið þetta var gefið út í fáum eintökum algjör synd að þetta sé ekki gefið út aftur þetta er algjörlega frábært og hver voru heilræðin? Þetta er bara mjög einfalt bara traust og heiðarleiki og vera að fara yfir af hverju það er og þetta er algjörlega tímalaust og ég myndi vilja skora bara á Ásgeir að gefa þetta út aftur Já,
ágall til Ásgeirs, hver eitthvað myndi endast lengur í Var skák? það Alice Schröder? Það með Buffett. Það var eitthvað stutt Google hana. Já, allir þessi ekki, það eru nokkrar, ég man nú ekki hvað hérna heita, en það ég hugsa þessi allar fínar. En þetta er alveg ótrúlega merkilegu maður sem að svona á síðasta æfiskeiðinu og ennþá að, en eins og margir hafa tekið eftir komið með hlutfallslega mikið í lausafé í Berkshire Hathaway og þetta kenningar upp það að hann ætli sér rauninni bara að leysa félagið upp hver hann vettvang þetta ótrúlega farsal á 60-70 áratug magna hver eitthvað myndi endast lengur í skák á móti Magnús Carlsen? Það sé góð maður nú skáksendlingurinn Nei, það nú ekki en ég hef satt einu sinni unni Jón L. Átnason í skák það vel gert þá ert þú líklega sigur en það Nei, en það var samt gert með klókindum vinnustar Nei, þá var þetta svoleiðis að sko, þá ákváðu að taka innvíi og reglurnar voru svoleiðis að eftir hverja sko, þú veist, byrjaði að tefla sá sem myndi vinna að tækja 1 skot af vodka svo teldu aftur og bara aftur þanga til að báðu verið búin að vinna og svo komst það frábært þá mútið að sagði við Jón alltaf Jón, það bara hræðilegt fyrir þig, hvernig heldur þetta farið það kannski 100 skákir á nýja vinn Já, ég skil, það var gaman að reyna skák þannig að við sömdum svoleiðis að ég mani hvað það var ég gæfi 200 skákir og hann þá eina þannig að það þýðir samt að ég hef unnið hann einu sinni í skák bara með klókindum Þannig að maður segja Hefur þú unnið Jón? Ég hef ekki keppt þannig, líklega myndi ég taka góður ég ætla bara að koma að lóka spurningunni þetta er búið að vera algjör heiður að sitja þetta með ykkur í kvöld þeir eru búin að standa ykkur eins og hetjur ekki alveg strax, ég verði að taka eitt já, gjörðu svo vel af því ég sé Bennan oft bregða fyrir í tennisvöllinni já þarftu ekki að fara yfir í padelið Herðu, sko þú sér mér bregða fyrir í tennisvöllinni á sunnudagsmótnum já, rétt en á sunnudagskvöldum þá myndur þú sjá mig í padel það er svoleiðis sunnudagur bara tennis allar dagur hjá mig stór klukkutími í tennis á mótnana og 2 tímar í padel þetta gleður mig, hvað þetta er gaman að heyra Ertu tenniskalla upplægi eða? Herðu, kona mín búin að spila tennis í örgulega 12, 13, 14 ár og hún eiginlega búin að draga alla fjölskylduna í þetta og þetta eru eiginlega svona fjölskyldusportu okkar þegar við ferðumst og ég ætla ekki að segja ég sé orðið góður í tennis en ég fann að geta spilað en ekki til að vinna hana hún pakka mig saman að þá Ég get tekið undir að hann fann að geta spilað hans Marino, ert þú eitthvað í tennis? Hann dálítið í rennibrettunum í garðinu sinum Já, einu sinni, já Nei, ég er ekki í tennis ég er bara spila nokksunum aðlega í útlöndu bara ekki til útlöndings Við erum að skora það bræður í patir einhvern tíma Já, ég er náttúrulega Marino myndi örugglega pakka mig saman sko Já, líklega Já, loka spurningu til eitthvað begge þetta búið frábært byrjum að þér Marino hvað fara stýrivextir langt niður árið 2025? Bara svona einn rétt í lokin Ég held að fari svona kannski 100 púnti viðbót ég held að óska þess að maður getur sagt meira Já Benni? Já, ég vil ekki bara segja ég vona að þeir fari meira en 100 púnta niður en ég held að það velti á því að okkur haldist vel á vinnumarkanum það er einhver teikn upp það að getur verið einhver órói að myndast aftur en vonandi tekst okkur leysur því og þá geti þetta verið meira en 100 púntar af því að ég held sko að það er svona já það geti aðeins svona verið minnis svona það geti hægt aðeins á bara í heimshagkerfinu og við finnum alltaf fyrir því við munum finna fyrir því þetta bara í ferðamannaströmi og við munum finna fyrir því í útflutningi og svona og þá er bara mikilvægt að bregðast rætt við Hvetjum alla til að fara í viðskipti við Arion banka og kynna sér þá þjónustur og ef við komum að fyrirtækjaráðgjöf Arma Advisory Takk fyrir kvöldið strákar, takk fyrir komuna Takk fyrir að bjóða okkur